Halló, á hverju gerist ekki rétt? Þolinmæði. Þú þekkir mig Stefán, ég er ekki með þolinmæði maður. Tími týnist. Sikkur. Heyrðu, Vaffi, Jaffa, Morfís keppnið, ekki komið. Rauðna inn á því. Það er bara þetta er ekki... Það er ekki. Heilst náttúrulega í okkur út af við. Tæknimenn styðja frambjóðendann. Hvar er mikrofónið? Halló, er ykkur að hlusta? Já. Eva Stella. Línus. Það er einn watching. Hvað gangur það? Góð spurning. Það er ekki ég. Heyrst eitthvað? Hversu mikið er þetta eftir á? Já, nú er ég. Er ykkur að hlusta? Þetta er koma í hottinu sem að við fara á YouTube-tjáðum. Kemur að segja á mig þegar Það er rétt. Hörru, hvað er Þú séu hvað þetta er leit samt, sérðu? Þú veist, það er ekki Það er stoppuð alltaf þarna. svona. Hörru, ertu með, hvað er hlæðslutakki fyrir tölvuna? Hvað? Hlæðslutakki fyrir tölvuna? Ég er ekki, já, þú með það, byrði hann hvert það. Viltu? Já, það ekki. Það bara vill svo til að extra stjórnum eru með fjölkvæmum. Það er líka, það er mjög Já, með þá er það. það. Já. Nei, kata. Þetta er ekki þá. Ég held að væri svona gæði sem með 4. Stefán, þetta var peak moment fyrir því Stefán þarna. Þannig að brilleraðiru. Þetta er allt inn á streyminu. Stefán var að gera upp á bak fyrir forveitna. Þetta verður bara einu ennum við til að loka.
Hvaða dót er að fara yfir? Það heyrst bara streymið allt sem við segja hana. Já, ekki... Bara híðan allavega niður. Það er nafn á sérstu korti. Ok. Það er ekki svona innbúst að segja tölvið sem bara ekki neitt spennt. Hvað smakar þú? Það er það. Sick. Skal þið bara tölvið hérna? Er Ethernet inn í búri? Held ekki. Fyrir vestan? Já, ég held að það sé inn á myndafæri. Það er ekki inn á netið. En rápa fyrst. Ég þarf að tala við stundum. Spennt. Ég heiti Anna og ég er að bjóða fram í formann skemmtó. Ég heiti Rakel María og ég er líka að bjóða fram í formann skemmtó. Og ég heiti Arnum og ég er líka að bjóða fram í formann skemmtó. Ég er Óli Kjartan og ég er bjóða fram í formann Nemo. Ég heiti Ásta og líka að bjóða fram í formann Nemo. Ég heiti Kári og ég er að bjóða fram í forsetan. Ég heiti Sandra Nísarn og ég er líka að bjóða fram í forsetan. Ég heiti Svavar og ég er líka að bjóða fram í forsetan. Ég heiti Palli og er að bjóða fram í formann Málfó. Ég heiti Emma og ég er líka að bjóða fram í formann Málfó. Ég heiti Rómel og ég er að bjóða fram í formann Listó. Ég heiti Una og er að bjóða fram í formann Listó. Ég heiti Ronja og ég er líka að bjóða fram í formann Listó. Ég heiti Hafsteinn og er að bjóða fram í markastjórn. Ég heiti Birgir Óli og ég er að bjóða fram í Fjeri. Ég heiti Saga og ég er að bjóða fram til ritstjóra Viljans.
En fyrsta spurningin ertu feministi? Já. 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 Ó já. Já. Svo það næsta spurning. Keyptirðu miða á miðanaballið? Nei. Nei. Miður ekki. Já. Nei. Nei. Já. Nei. Nips. Nei. Nei. Já. Nei. Nei. Ó nei. Já. Ef þið komist í stjórn, ætlið þið þá að fara í einhverja aðra miðstjórnarnefnd? Nei. 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 Já, eða má. Nei. 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 Nips. Nei. 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 Nei, sem það. Nei. Ný. Værið þú til að fá gils á ball? Nei. 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 Já. Það var að seinast að já um því. Ertu tilbúin að vera edrú á öllum böllum? Já. Já, böllum. Já. 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 Jep. Betra líf, betra líf. Geggjað. Þá ætlum við bara að byrja á að, við erum búin að skipta í hópa. Við ætlum að byrja á fyrsta hópum sem skemmt á og þegar við erum bara með það. Við viljum bjóða stuðningsmenn, frambjóðanda í Skemmtó að koma upp á sviðið. Já, og fyrst sem ætlum við að halda hérna fyrir okkur frábæra ræðu ábyggilega er hún Andrea Ösp Hallgrímsdóttir. Og hún stuðningsmaður Maríu. Svolítið. Annað sem formaður Skemmtó formúla sem meika bara sens. Ok, ég kannski get eitthvað svo best í að leysa ykkur á formúlur, en ég er viss að þessi formúla bara virkar. Ég er nokkuð viss að allir viti að annað sem fyndin. Ég meina, hún leifir eiginlega engum að missa af því. Hvað sem hún er að taka þetta í cringe-keppni á marmaranum, keppi desperatlega bara almennt síðan hlægina veggja skólans, þá er erfitt að láta hana framhjá sig fara. Satt best að segja að þá er Anna fyndnasta manneskja sem ég þekki og þetta er í eina og fyrsta sinn sem ég mun viðurkenna það. En já, ok, það viti þetta að Anna sé fyndin og kann svo sannarlega gera sig að fífli, nánast eina sem hún gerir. En það sem ekki allir vita er hvað Anna er metnaðarfull, dugleg, samviskusöm, skipulög, góða vinn í hóp og ofan allt þá er hún traust vinkona. Ég veit þetta langur listi en svona er Anna bara. Ég fekk þau forðindi að vera með Önnu, bæði heiluristoffelli og svona 1/4 morfísfelli. Lífa FH. Anna gerði bæði þessi ferli algjörlega einstök og þá var vægast sagt aldrei dauðstund þegar Anna var í herbygginu. Hún
því sem mjög krefjandi verkefni og því var alltaf gott að hafa eina Önnu á staðnum. Alltaf þegar ég bað Önnu að gera eitthvað var hún búin að því áður en ég gat klára setninguna og ekki nóg með það, þá var hún alltaf til staðar fyrir mig þegar ég fór að efast allt. Ég get því sagt hér með fullvissu að það er ekki hægt að finna góðhjartari og traustari manneskju en Önnu og því hefur hún ekki bara getuna til vöruformaður, heldur líka hjartað og ástríðuna. Þegar Anna gerir eitthvað og tekur hún það alla leið, setur allt sitt passjón í það og einhvern veginn tekst henni að vera frumleg með allt sem hún gerir. Eins og þið flest viti þá var Anna í Skemmtó í ár og ég held við getum öll verið sammála það að Skemmtó hefur sjaldan verið jafn verðmætt og í ár. Og Anna átti stóran part í því, bæði mónanslega séð og þegar það kom að nættu. Kæru verslingar, ég get ekki stjórnaði hvernig kjósið, en ég er að lofa ykkur því að Anna myndi alltaf setja móran í fyrsta sæti. Hún myndi leggja sig 150% fram, hún myndi gera eitthvað nýtt og frumlegt og það myndi svo sannarlega aldrei vanta upp á húmorinn. Þetta þarf ekkert að vera svona flókið. Valið er rétt. X Anna í formann Skemmtó. Jákvæð, dreifandi, framandi, frumleg, frábær, glæsileg, glitrandi, heillandi. En þá er ég að lýsa hérna rækjum okkar, ég er með fleiri orðið heima í tíma. Kæri samlendur, Bergur heiti ég og ég stend hérna til að segja ykkur af hverju þið ættu að kjósa hana Rakel í það embætti að vera formaður Skemmtó. Ég þekkti hana Rakel mjög lengi og vissi strax frá okkar fyrstu kynnum að hún hefði hæfileika og getu í að gera eitthvað stórt og frábært. Eins og til dæmis að vera formaður Skemmtó. Fyrir ykkur sem þekkja hann ekki þá vorkenni ykkur, þar sem hún Rakel er fyndin, mjög opinn og lýsir upp öll herbergi sem hún stígur sinni fæti inn í með sjarma og misgóðum bröðum. Hún Rakel hefur allt sem þarf til þess að vera góður formaður og ef ekki betra en það. Hún er skipulögð, skemmtileg, jákvæð og mun svo sannarlega sigla skemmtana skipi Vestló á vit ævintýra. Ég hvet ykkur nú við að kjósa hana Rakel og get lofa ykkur því að eftirsjá verði ekki eitthvað sem þið muni glíma við. Heldur fullviss það að hún Rakel geti tekið þessa stórfengru nefnd og gert hana stærri og betri en nokkuð sinni fyrr. En svo að þetta allt gæti orðið að veruleika þurfum við ykkur hjálp. Kjósið Rakel í formann Skemmtó. Viktor sem er stuðningsmaður hans Andra Björns. Jæja, kæru verslingar, vinir og vandamenn. Það er sannir heiður að fá að njóta þeirra forréttinda og komingar til pontu, möguleysins skipti og sér á ofengar vin minn, Ara Björn Björnsson. Fyrir einhverjum árum var fluttur ræða í Bandaríkjum þar sem að merkumaður átti sér draum. Ég á mér líka draum. Mig dreymir að verslingar fannst í glaðir ganga skólans hoppandi kátir og fráandi fínir. Mig dreymir að vakningabindandið sé fyndið, svo fyndið. Og skemmtilegt í hristist bara að hlæ og hlæ. Mig dreymir að væri sér skemmtilegt, flott atriði og ókvæmlega sexy formaður stendur og ávarpar verslingar. Kæru vinir, ég á mér draum að sá formaður sé Ari Björn. Ari ó Ari, ég kynntist ekki Ara fyrir á hans fyrsta ári þegar hann stiginn í skólan. Þá var hann bara krútlegt lítið búsett busakrút. Look at that guy now. Það er mér mikið heiður að fá að sjá hann vaksa og dafna og vera orðinn að sjálfráða fullorðnum manni og ókvæmlega stoltur. Ætlaði núna að setja ínámöld í stórumálinn og af hverju þið eigið að kjósa. Sko, ég skal segja, Ari er duglegur, en ok. Það er allir síðast að fá, hann er svo duglegur. God damn it, listen to me. Hann er svo ógeðslega duglegur og það er bara sem skiptir máli 1, 2, 3. Líka, þetta starfið, Lucky, hann gerir það. Ekki oft hefur sé mann sem jöklar einhverjum boltum á sama tíma en hann gerir það vel og veitir hann fulla athygli. Gæðin getur verið að skipla í útvarpsviku morgun þar að það vikuna kortir væri skipla í það í fótbolta græði vinnandi hjálpum þetta að hjálpa kallar með grín sem setur á sviðinni á kynni allt í einu. Gæðin er þörflar, en það stressa þennan verður það kallar í fórustu með ekkert annað en skemmt og einanum. Ekki grín að stingist þér djúpulöfuna að bomba sér formann, en þá þarf maður líka einmitt sér að mörgum. Það er besti valkostur í þeim málum, mögulega Íslandi, setur hlutunar. Ari er mjög fyndinn, orðfyllinn og málglaður. Einnig var fínt að geta heyrt í mínu manni eða vanta eitthvað skemmt til verðskapskrána. Það er bara leikir fucking punktur. Maðurinn sem leiðir nefndina verður að vera fyndinn og skemmtilegur. Nice
hann bara. Við erum að tala það, Ari er svo ógeðslega fucking fyndinn að hafa bara klift út svona helmingina vakningavídeóinu sem hann bara völduði fólki í hagkvöld. Hann var ofyndinn. Við erum að tala það, ég veit að þið erum að horfa á Uncut, en gæinn bókstaflega, we might gríma, he made that shit, það er hans frasi. Allavega, ég gæti í því rambla þetta í svona 20 mínútur það er frábær og æðislegur og jara. Ég fatti þetta alveg, ég gerir þetta eins og það er ekkert annað, það er stöðugt. En ég heiti Viktor, ég er oft glaður og mér finnst ógeðslega gaman að vera glaður. Stundum verður ógeðslega reiður. Og ef þið kjósið ekki aðra, þá er ég ógeðist lélegur. Allavega, eins og mjög frægur rapparavinur sagði einu sinni, þið eru öll að fara, kjósa, ara. Hvað eydduð þið mikið í framboðið úr ykkar eigin vasa? Sko, ég var á nulli bara rétt áðan. En svo fór ég með básinn og sorg og þetta borgaði 2 skatt fyrir það. Þannig þetta er mjög 2 skatt á. Já, ég var búin að reikna mína tölu. Ég var einmitt 1018 krónur úr mínum eigin vasa. Ég eyddi 0 krónum úr einu. Og hvernig gengur ykkur í náminu, Anna, þú byrjar? Við gengum bara mjög fínt sko, franskan er reyndar alltaf svona tæpan, en við erum það var ykkur góð. Já, mér gengur líka vel nema, náttúrufræðin getur verið erfið, en já. Já, bara gengur á við það, bara nokkuð vel vestur. Ok, nú byrjar Rakel, hvað var þitt helsta framlag eða hlutverk innan nefndarinnar í ár? Mitt helsta framlag, ég var rosa mikið að vinna með að hanna alls konar stoff eins og bæklingana og svo var það virkilega mikið af svona verkefnum sem það sjást ekkert endilega á yfirborðinu. Það var bara safnaði fullt af styrkjum, hannaði allt svona dót og já, skemmti á öllum bjórkvöldum og fleira og miklu meira með því, en bara svona, já. Ég var samfélagsmiðlastjóri, þannig ég sá TikTokið og Instagramið og svo á vælunum var mitt þetta hlutverk að safna vinningum sem voru mjög fínt bara. Já, við náttúrulega vorum í öllum verkefnum að gera allt bara svona nokkuð jafnt og ég var svona bara hinn á þessu að aðra svona styrkjum og sjá svona fullt af litlum verkefnum. Hvað hefur þú, á þess að vera leiðilega við hina, hvað hefur þú fram yfir hina frambjóðarna sem sitja hérna virki? Sko, ég er ekki bara að nefna hérna útkosti eitthvað við mótframbjóðarna, en ég er bara sættur frá því að ég er virkilega duglegur og skipulagður og er virkilega ábyrgur og syngdi í vel. Ég efast að þau hafa eitthvað því líka, en ég myndi segja að ég hafi það svona einhverjum liti alltaf svona mínum mati yfir það. Já, ég myndi ekki segja að væri mitt hæfar einhver annar, það eru mismunandi kostir á milli okkar sem einstaklinga og ég myndi segja að eins og Erfind sagði í framboðsræðinu sinni þá vill hann prófa sig alls staðar í félagslífið og Anna er eins og Anna sagði mjög dugleg í félagslífinu sem er geggjaður kostur, en ég hef svona virkilega ástríðu fyrir skemmtó og ég vil ekki vera að fara út í neitt mikið annað. Ég vil bara geta einbeitt mér að þessu verkefni og sitt bara í alvörunni sjúklega vel. Þannig að ég til mig vera aðeins hæfari með það að gera. Ég myndi alltaf forgangsraða skemmtó bara í númer 1, 2 og 3. Já, ég veit, þegar maður er einhvern veginn að skemmta þá ætti líka kjósa meðal í meina fyrir því og það er náttúrulega mjög mikilvægt að vera með góða reynslu innan NFMD og ég, eins og Andrea og Rakel sagði, þá er ég búin að vera fullt í félagslífunni síðan á fyrsta árið, sem verið í Listó, Morfís, Skemmtó og Anónum og þetta er hluti sem hafa kennt mér svo ógeðslega mikið, vinnundir álagi,
þú veist hvað mórall krúsjál þegar kemur á góðu ferli og ég held að þessi reynsla sé eitthvað sem myndi hjálpa mér mjög mikið ef þið kjósa mig sem formann. Jæja, langar ykkur að taka busa inn í skemmtó? Það er náttúrulega bara eitthvað sem við ætlum að ræða við nefndina sem í kursin. Ég er bara mjög opinn fyrir því, bara það sem allir eru til í, sko. Já, og ég væri líka mjög til að skoða það, en þetta er einmitt eins og hann segir, eitthvað sem maður þarf að ræða við bara nefndina, en ég væri líka mjög opinn fyrir því. Já, ég var ekki bara sammála því, en mér samt á móti vera, verkefni skemmtó taka sér mjög mörg staða á sumrin og sérstaklega haustin og svona. Þannig að gæti alveg verið leiðilegt að koma inn í það ferli svona seint, en að sjálfsögðu bara hægt að skoða það þegar líður á. Jæja, Rakel, ef þú verður kjörinn formaður skemmtó, hvað ætlar þú að gera öðruvísi en núverandi formaður skemmtó? Það sem náttúrulega ferli núna var frábært og það var æðislegt, en það sem ég myndi breyta væri að passa að samskiptin væri bara upp á 1000, af því það vantaði stundum og mórallinn átti að til að detta svolítið út og það skiptir mjög miklu máli að halda vel utan um það og svo að allir fái svona jafnan, þú veist, svona opið plattform fyrir hugmyndirnar sínar. Að það sé ekki bara 2 eða 3 að ákveða eitthvað eitt og það veit enginn hvað er í gangi. Bara að passa algjörlega upp á mórallinn og bara hugmyndaflæðið og bara samveruna og skemmtina. Ég myndi segja að það sem ég myndi gera öðruvísi er einmitt, eins og Ragnar segir, ég myndi segja að samskiptin voru í rauninni eina sem var að bögga mig smá í ferlinu, það var bara að fá að vita bara hvað er í gangi, að fá að vita hver stafar hörpunni og svona, það veri bara að taka reglulega stuðutjekka, tjekka hver staðan er á öllum og svo að þið séum með allt á hreinu bara. Já, ég var ekki saman því líka, en bara eins og það er búin að segja með samskiptum og annað, en svo sem líka eitt mætti svona fara betur með skipulag og annað varandi sem þetta var svona stærstu viðburðina. Að vera eitthvað fyrr á ferðina að svona redda hinn og þessum styrktarvæðalum og öðrum. Þannig að það sé ekki allt svona á last minute og þannig að það sé svona aðeins öðrugar ferði. En já, það er svona góð náttúrulega. Jæja, herru, þið takið núna öll fram í stefnumálum ykkar að þið vilja leggja meiri metnað í verkefni skemmtó eftir vælið, til dæmis rannsóknarvikuna, en síðastliðin ár virðist vera eins og metnaður skemmtó fari í dvala eftir vælið og verkefnum eftir það ekki sinnt með jafnum áhuga. Hvað er þið sem formenn að gera til að koma í veg fyrir þetta munstur haldi áfram? Það hafði að vera bara virkilega virkur að láta bara nefndarmeðluma og aðra vita að segja ekki lægi að fara að slaka neitt á, þótt að svona stærsti viðburðurinn innan gæstalöfna sé búinn. En já, bara algjörlega, bara halda fram að vera jafn frábær og við erum að vera. Það sem ég myndi leggja virkilega mikla áherslu á, eins og fyrir valentínsvíkuna, það er að leyfa nefndunum tveimur að kynnast áður en við förum að stökkva í einhvern verkefni. Það getur alveg verið óþægilegt ef maður kemur inn einhvern svona og þekkir ekki helminginn á hópinn og þetta er kannski eins og það málið þetta dæmi svona 2 vinahópar og svona þekkjast nokkrir innan og það einhvern veginn vantar svo mikla heitt. Þannig ef það verður bara búið að gera eitthvað fyrst, bara fara í keilu eða gera eitthvað ósætt skemmtilegt bara báða nefndirna, þá myndi það bara gera svo miklu meira metnað, þá vil ég bara gera eitthvað ógeðslega skemmtilegt með vinnu sínum öllum. Já, ég held að það væri mjög sterkur leikur að skemmta haldi hópinn vel eftir vælið, að við dettum ekki úr því að hittast og gera eitthvað þá sé bara fyrir sund eða bíó saman eða eitthvað skemmtilegt. Ef við höldum í heildina þá er að fara að vera svo miklu meiri metnaður og þá er þetta að fara að nenna svo miklu meira að setja metnað í valentínsvíkuna og nokkað þess að Rakel sagði ef að list og skemmtó myndu hittast og gera eitthvað saman, bara djama saman eða gera eitthvað skemmtilegt að þá myndi komið miklu meiri heilt í hópinn og þá nennandi miklu frekar að gera þetta og svo líka að verkaskipta bara, þú veist, þessi 2 sjá mánudaginn, þessi 2 sjá þriðjudaginn, þessi miðvikudaginn að því að þegar þú ert með einhver svona mission sem að þú þarf að sjá sjálfur þá er miklu meiri pressa heldur en bara hei, getur einhver reddað, þú veist, ástöðsendingunum, getur einhver reddað þessu þannig, já, þetta er eitthvað sem ég myndi gera. Núna veit ég hvað það margir vita, en við skemmtó fengum 250.000 króna sekt vegna ástandsins á Eldborg eftir vælið.
Það hefur verið í umræðinni, bæði hjá Hörpunni og skólastjórnendum, að grípa þurfi í taumana til að halda ofdrykkju nemenda í lágmarki á þessum viðburði. Hver er ykkar skoðun á þessu máli og eru þeir mögulega lausn til að koma í veg fyrir að umgengnin verði eins og hún var þetta árið? Sko, já, þessi sektor er alveg agaleg og ég held að veri, með þessa ofdrykju, það er náttúrulega ekki hægt að setja eitthvað svona, já, þú mátt ekki drekka meira en 5 skot eða eitthvað fyrir vælið á unglings, það er bara ekki möguleik, sko. En ég held að nemendur þurfi bara að hafa það í huga að þetta er Hörpunni, þetta er virðulegur viðburður, skilju, og að líka bæklingarnir, þú veist, þeir voru ógeðslega flottir en það var bara farið svo illa með þá og ég held að veri betra að þeir eru alvarlegir á næsta ári. Og já, ég held að þetta veri bara megin svona orsök alls þetta drasl var bara bæklingurinn. Hann var bara á gólfinu, sko, þú veist, það væri hægt að skafa hann af gólfinu og það var alveg klúður, viðurkenni, en það er algjörlega að gera bæklinginn á annan, þá væri sektin, sko, miklu minni. Og svo eins og Anna segir, það er ekki hægt að sitja, þú veist, þetta er bara eitt stærsti viðburður ársins hjá skólanum og það er bara allir, þú veist, það verða allir svo ógeðslega peppaðir. Þannig að það er ekki hægt að vera bara, nei, ekki meira, eða skilur. Þannig að það er einhvern veginn, það er bara svona svolítið á okkar eigin ábyrgð að taka það og bara já, sína virðingu fyrir Hörpunni og þessum skemmtum líka bara og allir sem koma að þessu að finna óslega mikið í þessu. Þannig að það er líka bara já, það sína bara virðingu fyrir allar. Já, það var alveg svolítið leiðilegt með þetta en þess að bæklingarnir, það svo skemmtilegt í koncept í grunninn og þú veist, alveg að einhverju leyti smá svona þörf í svona að endilega veit ég náttúrulega hvað var að koma. Þannig, mér finnst það ekkert endilega þurfa að hætta, en að fara að finna einhverja lausn þannig að það fari ekki alltaf gólfið þarna í Jarðborg. Mér finnst til dæmis að fara með bara bæklingana annarkvort í vikuna sjálfa eða bara fyrir viðburðinn sjálfa þá. Og svo náttúrulega, það er þetta að vera að banna eitthvað að drekka mikið og svona, en það er svona að leggja til að fólk slækja aðeins á, að það var rétt á því að fara inn í salinn. Vita alveg að það er 2+ tíma sjó á leiðinni og leiðilegt að þurfa að kasta upp þar, sko. Þess að kannski kom smá fyrir hana í Jarðborg. En já, algjörlega bara að reyna að passa upp á að það sé svona að mestu leyti í hófi. Ok, núna þar sem breytingar hafa verið gerðar á stofuskipanni er ekki hægt að halda busaukuna á 4. hæð eins og hefur gerð síðastliðin ár nema í ár. Hvernig fannst ykkur nefndin takast á þessar breytingar og er eitthvað sem þið myndu vilja gera öðruvísi eða bæta? Til þess að fá sem mesta, þú veist, þegar var það busin að taka sem mest þátt sem í? Sko, mér fannst þessi lausn hjá okkur vera alveg frábær með að koma einhver svona nýju system í gangi það niður á annar hæð og ég var bara eina sem klikkaði svolítið með það var að svona varning svolítið neikvæður svona orðrúmur að busan ætti alls ekki koma á marmarann og svona þá er alveg skiljanlegt verandi nýkomin í skólan og vera ekkert endilega að hlamma sér beint ykkur á sófa niðri en það mætti alveg endilega vera smá svona vingjarnlegri svona móttökur og þá er líklega að fólk komi svona frekar niður og hafi gaman með okkur. Algjörlega, ég held að það sé svona í rauninni besta lausnin þetta. Já, mér finnst þetta frábær lausn. Við vorum sem sagt fyrir ykkur sem ekki vita þá hönnuðum við svona box, þetta box. Það var ógeðslega skemmtileg lausn og það urðu góð moment á það, sko. En það sem ég myndi vilja breyta væri það að gera, þú veist, prógram sem innihalda einhvern veginn meira þannig að þú veist, bekkurinn þarf að vera saman og það þurfa að kynnast og árgangurinn einhvern veginn allur saman og svo myndi ég líka vilja koma einhvern veginn prógrami fyrir það sem að, þú veist, busarnir þyrftu að tala við eldri nemendurnar af því, þú veist, eins og við, þú veist, eins og allavega ég, persónulega, þú veist, ég væri bara geðvig til að fá að kynnast nýjum busum, ég er að vera með krökkum í skóla í heilt ár og mér finnst alveg bara geggjað að, þú veist, bara ef það koma bara hérna, hæ, ég er spurning fyrir því að vera einhvern bara já, geggjað, ég til hjálpa þér, eða skilju, bara ef allir eru, þú veist, að þú veist, úrkoman verður alltaf svo ógeðslega skemmtileg og góð einhvern veginn allir vinna mjög mikið saman, þannig að já. Sko, ég er kannski að dýrka þetta box, þetta er My Roman Empire og ég myndi vel geggja þegar við myndum halda áfram bara að hafa busa
hafa busaveikuna á marmarinu. Og því að þetta bæði, þetta neikvæða orðrómur, ef þetta er að halda á marmarunum en busar mig ekki frá marmarinu til að fá þversögn. Þannig ég held að þetta myndi láta þau líða tölvöld þægilegri með það að koma á marmarann og spjalla við eldri nemendur og svona. Þannig mér finnst þetta ekki lausn og ég persónulega myndi vilja halda áfram að halda þetta þarna, sko. Þá erum við að fara aðeins í persónulegri spurningar. Við viljum byrja á Rakel. Rakel, þú segir í bæknum þínum að þú viljir gefa öllum nýnemum jafn mikinn séns og aðrir að blómstra í félagslífinu. Hvernig ætlar að sjá til þess? Það sem ég basically bara meina þar er að það er oft svona útskúfað svona. Allavega veit ég að við 06 árgangurinn fundum alveg fyrir því að þetta var svona, það var tókst mikið út við því og mætti ekki fara á marmarann og eitthvað svona. Þetta var bara, þetta urðu svona leiðindi og mitt markmið bara eins og ég segi þarna að gefa þeim tækifæri er bara því það langar öllum að koma og vera með. Það er enginn sem jú alveg einhver, en voðalega fáir sem vilja bara fara og vera eitthvað einir, af því það er bara leiðilegt. Og þannig það sem ég meina þar er bara að halda, ef maður heldur bara vel utan alla og gerir prógram sem að það er hægt að hafa svona marga, þá verður bara svo miklu skemmtilegra, því það er svo miklu skemmtilegra þegar allir eru bara að mæta og sína bara hæ, hér er ég og mist óslega gaman að vera með. Bara já, sem við veitum ekki að bara, ég er sem það basically það sem ég að segja, bara að halda bara mjög vel utanum og bara íta á bara alla að mæta, skiljið. Ari, þú segir í bæknum þínum að þú viljir nýta Facebook-síðu NFFÍ meira til að leyfa nemendum að hafa meira að segja hvað kemur fram á til dæmis böllum. Fannst þér þetta ábyrgðarvant hjá núverandi stjórn og ef já, hvernig sér þið fram á að bæta það? Það sem heitir með þessu var að það er svo létt að hendi góða bara svona formskönnun eða eitthvað til að finna eitthvað svona fyrstulega bara góða hugmyndir og öðrulega til að fá svona þeirra álit á svona málum. Mér fannst það bara eiga að geðast bara oftar og vera í rauninni bara fleiri málum, þannig að ekkert endilega bara eitthvað aftur á böllum, heldur meira líka bara til mismunarverðina eða einhver aðrir svona minni viðburðir bæði hérna í skólanum og fyrir utan hann. Þannig já. Anna, þú segir í bæknum þínum að þér finnst stemmingin á skólaviðburðum vera að deyja út, en samt viltu halda skólaviðburði á 2 mánaða fresti. Hvernig ætlar að sjá til þess að stemmingin og eftirspurnin fyrir þessum viðburðum haldist góð út allt skólaárið? Sko, stemmingin fyrir skólaviðburðum deyr oft út þegar fólk er að tala og svona töruru, en með þessum viðburðum þó þetta væri sem bara svona eitthvað uppistandskvöld eða að fá frá Ísland eða eitthvað og það er skráningarskjal og það eru svo ótrúlega margir í skóla sem fá bara ekki búið á svona einhverjum svona utanskólaviðburði. Og ég held að með því að hafa skráningarskjal og með því að hafa bara fyrstu kemur fyrstu fær að það myndi hleypa miklu fleiri einstaklingum inn í félagslífið og þessi viðburðir gætu móta eitthvað tengsl og ef það er svo bara geðveikt gaman þá heldur áfram að peppast og það er með eitthvað nýtt í gangi og þetta er eitthvað ferskt. Það er eitthvað ferskt til að halda þessu lífi. Tengt þessu, þá var mér að spyrja það líka. Já. Hvernig sérðu fram á þessi viðburðir muni ganga fyrir sig, mun kosta inn, verða þeir haldnir innan skóla eða utan skóla og verða þeir reknir í hagnaði eða tapi fyrir stofnuna? Ég man ekki alla spurningar. Ég sjá, mun kosta inn? Sko, ég myndi alltaf vilja hafa miðan á bara mjög viðráðanlegu verði af því að þú átt að geta komist á þessu viðburði sama hvort þú, sama bara hver fjárhagslega staðin er, þannig ég myndi alltaf vilja hafa kostnaðinn í lágmarki og það verður náttúrulega bara með því að safna styrkjum eða selja eitthvað í stjórnarvikum sem að myndi að borga upp í þetta. Og ég hugsa mér að leigja sal bara eða fá verið í samstarfi við eitthvað sal, þannig að þetta væri alltaf sami salur sem myndi gefa okkur viðráðanlegu verði. Og hver var spurningin? Ég var að spyrja líka, er markmiðið að láta að vera rekna í hagnaði eða tapi fyrir stofnuna? Markmiðið er að láta þetta enda á nulli af því að nemendafélagið í rauninni á ekki að vera rekið í hagnaði. Þetta er fyrir nemendur og þessi peningur á að vera fyrir ykkur og okkur, þannig... En hver er munurinn á þessum viðburðum og til dæmis skemmtikvöldum? Þetta er með skráningarskjali og fyrstu kemur fyrstu fær og þetta er eitthvað nýtt. Þetta er eitthvað ferskt og skemmtikvöld, þar ertu með vinunum og mjög oft sama fólki, skilurðu.
Hérna ertu að gera eitthvað nýtt, þetta er activity, þetta er eitthvað annað. Ég gera það. Rakel, þú talar að þú viljir stækka allt sem tengist vælinu, en samt viltu líka tryggja að verðið sé í algjöru lágmarki. Er þetta raunhæft markmið og hvernig ætlar að fara á því? Já, mér finnst þetta að vera raunhæft markmið. Ég myndi fara að þessu með því að fyrir bara skipuleggja einhvern leið og að þetta byrjar. Það er alveg nægur tími og ógæðslega mikið af fyrirtækjum og öllu svona sem að væri til í að, hjálpa til með svona frábæri viðburða. Þetta er bara ótrúlega svona, eins og annars að svona viðurlegur viðburður, þetta er ekkert eitthvað svona lítið, og með bara góð skipulagi og sanngjarni verkefnaskiptingu þá er bara hægt að vera búin að gera svo ógeðslega mikið fyrir þetta og og svo var ég að tala um hver var spurning? Er það raunhæft markmið og hvernig ætlar að fara á því? Já, eins og ég segi, mér finnst það raunhæft markmið, þetta er raunhæft markmið ef það er bara, frá fyrsta degi þá bara, ok, við erum ekki að fatta þetta og þá verður líka bara útkoman svo miklu betri og mér finnst þetta svona, vælið er eitt sem allir skólafélagar, við eigum þetta öll sameiginlegt og við hættum alltaf öllum til að fara á vælið, skiljið, þannig að það er bara að gera að hafa þetta eins stórt og bara besta upplifun sem að við getum haft þetta. Ari, þú talar að þú viljir tryggja samheldni og gleði innan skólans. Hvað finnst þér þurfa að bæta í skólanum nú þegar svo þetta gangi upp? Og hvernig ætlar hvernig ætlar að fara að því og hvað þarf að bæta? Smá eins og við erum búin að matvæða þetta rétt að bara svona að fá rauninni jafna þáttöku frá mismunandi hópum og ná öllum árum og rauninni bara svona halda í grunninn utan alla nemendur, þannig að það sé ekki endilega einhver ákveðin hópur eða ákveðin leikmaður á plani sem fær bara ekkert að vera með. Það er svona það sem ég er að meina í svona gróðum dráttum, en það er alltaf þessar hugmyndir sem við erum búin að ræða í kvöld spilar allt inn í nákvæmlega þetta að fá þessu góðu heim. Það er það sem við bara reyna í skóla og það er sem stjórnin á að gera, þannig það er rauninni eins og það er. Það var seinni spurningin frá mér allavega, þá ætla ég að spyrja Önnu. Ef þú verður kjörinn formaður Skemmtó, ætlar að fara í leik og Bristol og Morfís eins og þú hefur gert síðustu ár? Nei, ég ætla ekki að fara í leik og Bristol en ég ætla að fara í pröfur fyrir Morfís. Þá ætla ég að fara aðeins í stuttlega í spurningar sem þið hafið verið að spyrja. Já, þetta er mjög ákveðið. Já, þetta er ein spurning sem mér finnst nokkuð áhugaverð. Finnst þér sanngjarnt að Skemmtó eigi að ákveða hverjir keppa á vælinu, hvers vegna og hvers vegna ekki? Ég hefur ekkert mikið pælt í því en mér finnst það mega sens vegna þess að við erum að halda hana viðburð og við erum að skipuleggja hann og halda utan atriðin og þess vegna þurfum við líka að passa að sé ekki of mikið af því sama svo að sé einhver fjölbreytileiki á vælinu. Þannig, já, mér finnst það sanngjarnt og mega sensi. Já, mér finnst það líka mega bara fullkominn sens af því að, það sem að komið svo ógeðslega margir að þessu, þá er þetta viðburður sem við erum að halda og þetta er ógeðslega mikil vinna og svo þetta sé ekki bara einhver svona flip og einhver klíkurskapur líka. Það kemur líka mjög mikið veg fyrir það að fá einhvern veginn allir að, koma í pröfur og þetta er ekkert einhvern sem er utan skóla bara að velja vini sína bara já, ég vil fá þetta, ég vil að þeir
eða þær fái eða, þú veist, skiljið. Þannig að ég finnst þetta bara mjög flott að við sem bara ákveða þetta, eða skemmta. Já, ég er sammála því líka. Mér finnst það voða sanngjarnt, svona sérstaklega ljósið þess eins og annar var að segja með, þú veist, við viljum fá fjölbreytileika og fá ekki alveg nákvæmlega sömu atriðin alltaf, þannig það er ekkert hægt að fá ef ég myndi fá bara einhvern söngkennara til að meta þetta, þá myndi þú bara fá sömu atriðin með góðan söng, þannig að það er ekki alltaf endilega að það skiptir málið, það er líka bara atriðið sjálft og hvernig dans og annað spilar inn í, þannig algjörlega það er ekki alveg að fá bara einhvern einaðan mann til að sjá þetta. Það kveiknar í Eldborg daginn fyrir vælið. Aðeins, hvað gerir þú? Bara mjög góð pæling. Ég myndi annarkvort, nei, ég myndi sennilega bara fara beint í háskólabíó, er það ekki næst eitthvað? Háskólabíó sennilega. Já, náttúrulega líka bara að reyna að fara í háskólabíó, en ef það myndi ekki ganga, þá myndi ég nota með Þjóðleikhúsið, þar sem það er líka mjög stór salar, 800 sæti þar og virkilega falleg salur líka, þannig að myndi ekki, og svo væri það hægt að sko í kjallarann í Þjóðleikhúsinu sem að það komast fyrir 200 og þá 800 í hins salin og þá er þetta bara einhvern veginn öðruvísi prógram en ég myndi alveg definitely nota með það. Sko, ég myndi alveg fíla smá að fara í kórinn og hafa þetta smá svona Justin Bieber tónleikastemningu. Ég held að það getur ógeðslega skemmtileg ef það myndi kvikna í hörpunni. Það er að opna á beina spurningar frá salnum ef einhver vill skjóta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geðveikt. Takk fyrir að Þannig að ég má framgjöndi koma á sig. Það kemur ljós. Kemur ljós. Ólafur! Og stuðningssvæðið fyrir Nemo með að koma hérna að finna fyrir. Ég ætla að bjóða inn á svið fyrstu stuðningsmannaræðina og það er Aðalheiður Braga fyrir Ólafur Kjartansson. Hei þú, ég, hvað er að pæla? Ég er að gera kjósa Ólafur í form af Nemo og mér finnst þetta að gera líka. En af hverju? Jú, svarið er einfalt. Þannig Ólafur Kjartansson er magnað einstaka manneskju, hvort sem hann er vinnuver, fjármálaver, dúlluver eða steikver.
Sólveig Áróru fyrir stuðningsræðuna hennar Ástu Magnúsdóttur. Kæru gestir, nú stöndum við enn og aftur á þeim tímamótum að þurfa að kjósa í nýja stjórn sem alls ekki auðvelt. Nei, djók. En öllu grínust eftir, þá þetta bara frekar auðvelt. Ég kynntist Ástu í nemendaferðinni í fyrra þegar var einungis á fyrsta ári. Þá var hún í aðstoð á sýningu og ég tók strax eftir því hvað hún var dugleg og hvernig hún sinnti öllum sínum verkefnum án þess að þetta bera þetta tvisvar. Í ár sat hún svo í nemendaferðinni og þá sá ég ennþá betur hvað hún var tilbúin í að leggja sig af mörkum til að gera sýninguna af því sem hún síðan var. Vinnusemi, elja og dugnaður eru orð sem lýsa því hvað best, en ofar öllu býr mikill leiðtogi í henni og það eru einmitt eiginleikar sem formaður nemur þarf að hafa. Nemendur Verslunarskólans vilja gott nemendamót og skemmtilega og metnaðarfulla sýningu. Og til þess að það verði að veruleika þarf aðila sem er traustur, hefur reynsluna, er skipulagður og er bara uppfylltur af drifkrafti. Að vera formaður Nemo og meðlumstjórnarinnar er stórt embætti og því fylgir mikil ábyrgð. Ég treysti engum betur en Ástu til að fylla í þá stöðu og því hvet ég alla til að setja X við Ástu í formann Nemo. Jæja, þá byrja bara spurningar. Fyrsta spurningin er, og þú byrjar Ásta, hvernig gengur þér í náminu? Mér gengur bara mjög vel, eða þú veist, maður bara alltaf mikið áhugaður í Nemo, en ef ég gaf þetta það er ekki allt, svo þetta var smá auðvitað á köflum, en ég reynda mér alltaf. Já, ég heyrði bara ekki spurningu sko. Hvernig gengur þér í náminu? Ég lík ekki bara mjög sko, ég er ekki með sterkur í spænskunni en allt annað er svona aðalgæð. Þá byrjar Ólafur núna. Myndir þú reyna að fara í list og leikhóp, Norfís, Gettu betur eða eitthvað annað stórt verkefni innan nefnda fyrir að setja kjörinn form? Ég get ekki veikið fyrir mitt litla líf sko og ég er ekkert neitt ræðum þar þannig ég held mér bara við Nemo sko. Nei, bara alls ekki. Hvað fannst þér núverandi formaður gera vel og hvað myndir þú vilja gera betur? Sko, núverandi formaður gerði ótrúlega margt vel og ég var hérna, ég bara fyrirmynd mín í lífinu eða og hún stóð sér sem hetja eins og tók eftir. Hún gerði það náttúrulega allt vel nema hún tók eiginlega bara mikið á sig eða þú veist, hún hefði alveg getað dreift þessu meira á nefndina og ég var ofta að segja við henni að hendi ykkur meira á mig og ég náði svo samt að mikið að gera það. Já, bara dreif þessu meira jafnt á nefndamönnum, held ég. Ég er náttúrulega bara, ég sem formaður, ef ég væri formaður, þá myndi ég bara reyna að taka Evu bara til fyrirmyndar í langflestu bara sem hún gerði. Af því að hún bara hélt ógeðslega um hópinn og það hlusta allir á hann og taka hann til fyrirmyndar. En ef ég þetta breyta einhverju þá fannst mér mig að hafa meiri skýra mörk við listræna stjórnendur með æfingaplanið á æfingum hjá leikhóps og æfinguna sé ekki alltaf svona langar og að brýna það við listræna stjórnendur að fara eftir æfingaplaninu svo leikhóp getur skipað sig kringum æfingar og bara þetta halda þetta við þetta. Ok, myndið þið vilja fyrir nefndina að það væri ekki kjörinn sem formaður? Já, auðvitað, náttúrulega Ásta bara mjög góð vinkona minn og alltaf verið nefndina saman til að formaður eða ekki. Já, ég og Ólafur erum alveg búin að tala þetta og við vitum vel að við bara gætum ekki gert þetta án þess að hafa hvort annað í nefndin, þannig 100%. Ok, án þess að segja neitt hérna
eitthvað sem þið vitið mig ekki segja, en eru þið búin að hugsa ykkur hugmynd að leikriti? Og já og nei, og svo ef já, þið opið fyrir að skoða eitthvað annað, eða hvað pælingar eitthvað með, eða söngleik? Sko, ég hugsi þetta eiginlega á hverjum einasta degi út af núna þegar við vorum að velja, það var það alveg erfitt, eða þú veist, já, við vorum ekki með eitthvað mikið að velja úr þannig séð. En ég alltaf eitthvað að pæla, en ég ekki komið með eitthvað hugmynd, en samt alveg eitthvað. En mér langar alveg að prófa að gera eitthvað skjál og fá hugmyndir frá nemendum. Og það stundum maður svo lokaður og það er svo ótrúlega margt til sem maður kannski ekki búin að fatta. En ég alls ekki búin að ákveða neitt. Jú, maður er náttúrulega að byrja að hugsa þetta og fara að brainstorma fullt af hugmyndum bara fyrir skemmtilega söngleiki og þetta er hafa þetta sem fólk kannski kannast við og þetta er eitthvað. En ég er ekki búinn að negla eitthvað niður sem ég er fast frá að ég vil gera og síðan þarf það náttúrulega bara eftir hvað listan teimið sko og svona. Já. Hvað myndi gefa vinnuframlagi ykkar í ár í einhvern frá 1 til 10? Ég myndi bara segja 9,7 sko, ég lagði allt mitt í þetta og bara, já. Ég myndi bara hendi slétta 10 sko. Já. Myndið þið vilja nota Saints-skáð aftur? Új, sorry. Sko, ég náttúrulega var ekki mikið þannig sé að sjá þetta, en ég samt veit hvað þetta var erfitt fyrir Elín þegar Saints-skáð var að bregðast okkur aftur og aftur, en það er nú, við búum bara við landið og það var lítið annað sem að getum notað, kannski getum við bara aðeins tala við þau og setja þetta sem allt í búið og þannig er þau bara búin að taka sig í gegn og já. Sko, Saints-skáð var klárlega ekki mitt fyrsta val sko. Ég var með Evu að hluta til inn í þessu, ég var alltaf sá bara langstærsta partinn af þessu, ég reyndi svona að hjálpa til og gera eitthvað, en þetta er klárlega ekki mitt fyrsta val, maður sá bara eins og þegar við vorum að setja fyrstu sýningar í lofti að Eva var að missa sig, Saints-skáð gleymdi að setja nokkra sýningar og þetta var alltaf eitthvað vesen á þessu, þannig ég veit að Eva, Óli og Gunnar fóru á fund með Saints-skáð daginn og voru eitthvað að tala þetta og ég var bara vonast að þau hefði hlusta á það og sér að við gerum eitthvað betra á næsta ári. Ok, núna í ár þá var Memo að standa sig mjög vel í að safna styrkjum og svoleiðis. Getið þið sagt aðeins hvað þið safnið annarkvæmst pening eða vörum og bara svona sagt aðeins frá hvað þið lögðuð fram í styrkjasöfnum sem var mjög framhúsgarandi hjá Memo í ár? Fyrir fyrst og fremst það var það möffluvikan, það safnaði ég Celsius-styrkjum og en ég safnaði held ég 430.000 krónur við styrk og ofan á það þá reddaði ég Stilllandsanum sem voru með aftast í leikmyndinni hjá okkur og það er að virði 500.000 líka, þannig þetta var svona að samtals í styrkjum var það að virði næstu milljón. Ég veit ekki hvað ég er miklum tími að senda pósta á fyrirtæki og fekk ekki svör og ítrekkunarpósta og eitthvað. Þannig sko mér minnir, ég safnaði ekki peningastyrk. Ég fann einhvern vinning fyrir möffluvikuna og svo bara bókstaflega öll hráefni í möffluvikunni reddaði ég. Ég veit ekki hvað það verði mikið spenning en já, ég held það sé allt. Nú er þetta svona spurningar bara til einhver, byrjum bara á Ástu. Þú talar að vilja nýja staðsetning á balli, ertu með þetta stað í huga? Sko, ástæðan fyrir þessu að Kaplakriki, eins og allir vita, ógeðslega svona tregur staður til að halda ball og það festast allir þarna uppi. Og þegar við vorum að halda núna, við vorum með Greip Jafna K að DJ-a og það var enginn. Og ég vorkenndi það svo mikið að það var
fyrsta sem ég datt í hug var bara Víkin, en ég veit að það er ekkert eitthvað geggjað, en þú veist, þetta er ekkert ákveð, þetta er bara eitthvað sem við myndum fyrir að skoða, þetta er alltaf hjút, þetta er árshátíðin okkar, þannig þetta er alveg erfitt að finna nýja staðsetningu, en já, ég get bara beðið undir nefndina, en Víkin er svona fyrst sem það því. Þú talar að vilja stærri og skemmtilegri miðstjórnarferð. Hvað finnst þér geta gert til þess að gera stærri og skemmtilegri? Sko, hann alltaf miðstjórnarferðin í ár var geggjuð, en á næsta ári þá langar mér að reyna að hafa svona stærri peppana miklu meira, að fá fólk til að bara bjóða vinum sínum og reyna að fá menn bara, fá fólk úr öðru skólum líka með í þetta og svona. Og síðan langar mér að reyna að hafa hann aðeins ódýrari en vanlega. Ég veit að það er ógeðslega dýrt að leigja tjaldstæði fyrir svona stóran hóp og útlendinga og svona. Men langar að reyna að finna eitthvað ódýrara og reyna kannski peppina að hafa artista ef við getum haft tjaldstæði ódýrara og ég veit að hafa þetta eitthvað í þá. Ok, þú talar ruslið í Nökkja. Hvað finnst þér að hægt að gera til að framfylgja því að það ekki rusl í Nökkja? Sko, það er náttúrulega skráningarskjal fyrir stjórnarnefndir yfir Nökkja og öllum, herbergjunum. Þannig að maður veit alltaf hver var síðast í Dominos eða Rango. Þannig að, segjum að ég verði nefn og ég myndi labba inn í Rango og það er bara allt á hliðinni. Og það er alltaf að kíkja og við sjáum alltaf hver var þarna. Og þá mætti bara pikki þá nefndur okkar hey, þetta var ekki vel gert, það er bara til að ganga betur frá næst eða koma og ganga frá eftir ykkur eða eitthvað. Og bara stjórnum fylgir svolítið vel með þessu, það er ekkert mál að sjá, hver ber sökin og hver var þarna rusla til. Þú talar nýja NFF í heimasíðu. Finnst þér þörf á því að gera nýja síðu, ekki nógu uppfæra gömlu og hvað myndir breyta? Sko, það er náttúrulega, það þarf ekkert að búa til nýja, en það þarf bara klárlega að breyta þessari. Ég held að séu ennþá myndir að 0-3 eða 0-2 stjórnum þú vinni og ég veit að þið veit að breyta eitthvað núna og uppfæra þannig, en það er samt bara, hún er ógeðslega léleg og það mætti gera mikið þetta meira úr henni. Það er hægt að gera þetta ógeðslega skemmtilegt, það væri gaman að hafa setja í dagatali hvaða vikur eru og hver dagskráin er og bara gera eitthvað skemmtilegt úr því. Ásta, þú talar upplýsingaflæði alla hluti og ákvarðanir til allra nefndinni. Myndir vilja hafa alla nefndarmeðlimi upplýsta öll fjármál alltaf, til dæmis með því að hafa þau inn í fjárhagsaflinn, en myndir vilja halda henni lokaðri fyrir formann og fjármálstjóra? Sko, ég náttúrulega var ekki mikið að pæla í fjármálunum núna og það truflaði mig þannig séð, en það truflaði mig stundum að það var svona voða mikið leyndarmál á milli tveggja einstaklinga. En auðvitað skil ég eins og launasamningar og þannig, þetta er trúnaðarmál og það er náttúrulega bara þannig, það er ekkert mál. En já, mér líka eins og þau í nefndinni sem að vilja vita stöðuna ættu alveg að fá að vita hana, sko, en já. Ólafur, þú segir að það þarf að taka kallarinn í gegn á hverju önn, en það hefur verið gert og það hefur ekki dugað. Hvað, myndir þú verið að vera 8 liðsmenn eða eitthvað annað til að passa spurningina? Ég var ekkert að segja að það væri ekki gert einu svona, en bara að þyrfti að gera einu svona, bara þetta er gert og það þarf að halda áfram að gera það. Ok, þá er það úr skjalinu. Er eitthvað nýtt, og þetta er líka bara gert alltaf. Er eitthvað nýtt sem ykkur myndir langa að innleiða sem Nemo, eitthvað nýtt sem Nemo gerir á þessari önn, eða þessi skólar? Já. Og við gerum svo ógeðslega mikið, en nei, sko, jú, það er kannski nýtt, en ég væri bara til að kynna miklu betur fyrir busunum hvernig Nemo-dagurinn fer fram og þetta er risadagur og bara Instagram og TikTok er allt í Nemo-brönns og allir ógeðslega sætir og fínir og ég veit alveg mjög margir
vinir mínir á fyrsta ári sem voru alltaf að spyrja mig, þú veist, hvað er þetta og hvernig virkar þetta? Og ég var að hvetja eftir því að við myndum labba í stofur og bara útskýra vel fyrir þeim hvernig það virkar. En við fengum ekki eitthvað leyfi eða eitthvað, en ég myndi bara að velja aftur, reyna að gera það og já, bara passa að allir viti hvað er í gangi og bara endilega stækka mannflugum líka, við getum gert það. Mér finnst það frábær hugmynd eins og Ásta sagði að labba í bekki og kynna þetta betur fyrir öllum bara nýnumum og svona, en mér finnst Nemo heldur ekki fyrir að bæta ykkur við, við erum bara eigum að setja okkar allan fókus á söngleikinn og ásóknina og gera það bara vel og að bestu getum. Já, þetta er mjög svona áhugaverð spurning sem tengist stjórnarferðinu í ár. Finnst ykkur að kynlífsatriði eiga heima í skólasöngleik? Sko, þetta var náttúrulega ekkert eitthvað sem að við náttúrulega skrifum ekki þetta handrit. Eða þú veist, ég var náttúrulega að vita það að við skrifum þetta handrit, það var Júlíana. Og persónulega fannst mér öll þessi atriði mjög fyndin og ég veit að langflestir eru sammála. Og bara meðan þetta ekki ritskoð út, þá sé ég ekki af hverju ekki. Ég veit að krakkar á þessum aldri hafa furðulega gaman af svona. Þannig, þú veist, ef það tengir söngleiknum og make sense og er actually fyndið en ekki móðgandi, þá sé ég ekki af hverju það ekki vera, sko. Persónulega finnst mér alveg, þú veist, mega verið eitthvað kynlífssenur í leikmyndunum. En það, þú veist, er inn í potinu, það make sense að hafa þarna. En ég veit líka að það er fullt af krökkum sem fara, þú veist, mæta á þessa sýningu og ég heyrði alveg í sjoppunni að þeir nokkra traumatæs krakka og einhverja mömmu sem var ekki sáttar, en það passar alveg svo alveg með vera. Myndu þið íhuga að halda Minions-söngleik á næsta skóla? Ég hef heyrt þessa pælingu sko og mér finnst það bara frábær hugmynd. Ég hef líka fengið þessa spurningu og eins og ég sagði það er bara opið fyrir öllum hugmyndum og maður er alltaf bara að skoða þetta en svolítið bara í dúabúl. En bara ekki hugmynd sko. Væri þið til í að halda mat sem part af árshátíðinni? Það hafa árshátíðina meira eins og hjá Busunum núna og til dæmis Ennó. Eins og hjá Busunum núna, já. Sko, það voru margir sem að, þú veist, ég veit að margir skólar fatta þetta ekki að Nemo sé árshátíðin okkar. Og þú veist, þetta lukkar er ekkert eins og árshátíðin pæli í. En fyrir mér erum við bara betri og stærri og þú veist, brönsin er náttúrulega þannig sem matur og ég man alveg þegar ég var að gera þetta var reyndar líka í Nemo og það er ekki mjög tíma en ég sé bara ekki fyrir mér að matur myndi passa inn í þessa dagskrá og ég held að líka út að við erum alltaf með, þú veist, sýnum klukkan 1, nei 11 og sýnum klukkan 3 svo ég veit bara ekki alveg hvort það myndi fitta inn og við getum alveg skoðað þetta en mér finnst ekki eitthvað þannig sem fyrir á þessu. Mér finnst það alveg mjög skemmtileg pæling að vera með í matina en ég veit líka alveg að menn voru að kvartna á verðinu á ballinu núna og ef það væri matur þá væri það miklu dýrara og ég veit bara ekki að heyra kvartnaðinu eftir það sko. Þannig ég finnst það bara flott svona og það er náttúrulega eins og Ásta sagði það eru sýningar klukkan 1 og 3 eða eitthvað og það er bara voða lítið tími fyrir mat og fara á milli eftir það. Ég finnst bara fólk með að fara heim og græða sig og mæta á ballið. Þá eru þessar spurningar búnar. Ef einhver með spurningu úr sal, þá má rétti bönd. Bara gröðin.
Íslands í formann málfó. Afsakið orðbragðið, en holy shit hvað það góð hugmynd. Ég þurfti að telja þessa 1,5 mínútu sem ég hef hérna til að samfara ykkur af hverju þetta að kjósa Emmu í formann málfó. Á mínum að það væri engin tímarammi nægilega mikið til þess. Hér þá nokkrir, marga þeirra mögnuðu kosta sem þessi kona býr yfir og ástæða þess hvers vegna hún fullkomna hæf í þessa stöðu. Emma klár, sjálfstæð, ábyrg og metnaðarfull. Hún sjúklega félagslynd og það auðvitað að tala með hana sem kemur sér vel, þar sem allir vita að formenn eiga að vera aðgengilegir og tilbúin að hlusta á hugsanir og skoðanir annarra. Ég meina, þær gerast ekki fyndnari, skemmtilegri og flippari en Emma Kjartansdóttir og hún meistari í húmor og í því að taka sjálfur sér ekki alvarlega. Því get ég fullyrt að sama hvernig myndi vera svo heppinn að lenda undir stjórn Emmu í formann málfó í málfónefndinni yrði í virkilega góðum málum. Og sjálfsögum myndi hún sinna öllum verkefnum málfó af fullri alvöru en gera það sjúklega skemmtileg og eftirminnilega á sama tíma. Það auðvitað að segja að Emma búið yfir bæri lengstu af félagslegu NMFI og langar mig að telja upp part af henni. Málfó, markaðsnefnd, aðstofnmaður, leikstjóri, rockermenn, peysumenn, formaður deildnefndar, tvíburnefndar og ísnefndar, sundnefnd, páskanefnd, p-nefnd og myndi klára punktana minna en ég hef bara 1,5 mínútu. Það augljóst að þetta góð og fjölbreytt reynsla að búa við og myndi koma sér virkilega vel í formannstarfi. Þú veist, það að sjá hana metnað? Það að sjá þetta dræf? Þessi kona með nóg upphjóðstíf og að rúlla því upp. Eins og myndi rúlla upp og pakka saman formannstöðu málfó á næsta ári. Kæru Vestfirðingar, kjósið rétt, kjósið Emmu. Heilir og sælir Vestfirðingar. Alveg síðan Palli Stef tók við málfó hamrinum hefur það verið skrifað í stjörnurnar að hann yrði einn daginn formaður málfó. Þeir eiginleikar sem Palli hefur öðlast á seinustu 2 árum í málfó eru ómetanlegar í stöðu formanns. En þeir eru metnaðurinn, reynslan, hæfnin og ástríðan til að taka við þessari háttvirtu nefnd. Nú, sem og áður, þarf málfó góðar hendur til að leiða Versló inn í gullnu öldina og eru hendurnar hans Palla allra besta. Spurði ég bara Eiðunn Ingvars. Stefnumál Palla eru í fullkomnu samræmi við það sem við viljum öll að málfó sé. Hann stefnir á að koma flottum peysum á herðar allra Vestfirðinga, vekja upp anda skólans með nýjum og fjölbreyttum viðburðum og þegar kemur að EMR-málum getum við sagt að Palli muni standa á viðskiptum. Hann hefur það sem þarf til að láta hlutina gerast og fékk ég þann heiður að verða vitni af hans snilldar vinnubröðum frá fyrstu hendi þegar við störfuðum saman sem formenn páskanefndar. Ekki nóg með að vera hæfasti kandidatinn, þá Palli einnig frábærasti gaurinn. Hann einlægur, fyndinn og hann lýsir upp daufar stundir. Þannig að þegar allt kemur til alls, þegar öll spilin eru lögð á borðið, þá ættu þið ekki að kjósa Palla fyrir mig eða hann, heldur ættu þið að setja X við Palla Stef í formann málfó fyrir ykkur. Þá meina ég sérstaklega ykkur æstari tíkulmann. Takk fyrir mig. Við ætlum að klappa örlítið minna, þetta er bara að vera aðeins og langdreið þannig að við erum að byrja að klappa bara alveg í lokin þegar þessi frambjöndir eru búnir. Þá er það fyrsta spurning. Pálmar, ekki sant? Jú. Hvernig gengur í náminu? Bara virkilega vel, smá brekka kannski í nemóferðinu og æfingurum en ég hef alveg búinn að taka smá academic comeback síðan þá sko. Já, ég meina nú þegar starffræðin er farin, þá er við farið að ganga bara mjög vel. Já, það er ekki hægt.
Hvað eittu miklu í framboðið ykkar? Ég eiti 9.000 cirka í bæklingar og skraut til bása. Ég eiti 4.000 kall í skraut. Hvert var ykkar helsta framlag innan nefndarinnar í ár? Já, ég var sem sagt samfélagsmiðlastjóri og sá sem sagt bara TikToki og Instagrami. En mér fannst bara við nefndin bara vera mjög mikið svona að vinna saman í öllum helstu verkefnum og bara unnum virkilega vel saman og ég fannst ég bara að vera virkur á öllum sviðum, sko. Mér fannst við í málflokk bara að deila verkefnum mjög vel, svona skipta því mjög vel á milli okkar og vorum svolítið mikið bara svona að hjálpa til saman. Vorum flest ekkert með eitthvað ákveðið verkefnaheiti eða svona, já. En ég svona sá meðal annars að hjálpa við að hanna skólapeysurnar og plana alls konar viðburði eins og málfræðikvöld og já. Já, ég sá myndatökunar á Málfræði og Gettu betur liðanum, sáum að redda alls konar hlutum, já, alls bara hlutar. Getið þið nefnt einn eða fleiri hlut sem formaðurinn þeir geta gert betur, skjóta á mig núna, endilega. Og hvernig ætlið þið að gera það betur? Já, við getum örugglega gert það, sko. En sko að mínum mati þá var náttúrulega álagstímabil málþóf sumarið þegar maður ráðinn þjálfara og hanna peysurnar og á fyrri önninni. Og mér fannst bara vanta eitthvað svona verkefni eftir áramót því að bara með að við eitthvað duttum snemma út úr Málfræði og Gettu betur fannst mér bara því miður, en bara fannst mér við nefndin bara vanta eitthvað svona verkefni eins og við gerum á fyrsta ári, bara einhvern plænað eða eitthvað skemmtilegt, bara, já. Jú, ég meina þú veist, Andri er alltaf bara ótrúlega duglegur eins og sjást að þér ákveður gengur mjög vel í ár. Það er alveg erfitt að setja út á hann, hann er ótrúlega, hann kemur hlutum í verk, ótrúlega metnaðarfullur. En mér fannst hann aldrei hafa mátt bera aðeins meiri virðingu fyrir öðrum nefndum og nefndarstörfum. Ég minna það að panna að klappa. Já, hann hefði líka alveg mátt stundum vera aðeins fljótur að svara á Messenger, en já, hann var bara svo busy guy. Allt bara að kenna. Getið þið nefnt einn hlut sem ykkur fannst stjórnin hefði mátt gera betur? Já, mér finnst að það hefði alveg mátt peppa aðeins meira upp á þetta viðburðina en með því að auglýsa bara fyrr og koma svona, hafa aðeins betri samskipti kannski til nemenda og já, kannski haft meira svona skoðanakannanir og sjá hvað fólk vill, skilja það að stjórnin en annars stöðu þau bara yfir. Já, ég er svolítið samanlega mér finnst bara kannski láta aðeins allir nemenda skólans heyrast meira, bara skoðanir á öllu svona helstu málum, viðburðum og bara öllu saman, sko, bara, en annars voru þau bara mjög fín, sko. Já, að koma aftur með þetta, þá voru setta fram skoðanakannanir og það var ítrekað mynd á þess inn á NFB. Hvernig myndu þið vilja bæta þáttöku í þessum könnunum? Þú veist, ef við tökum dæmi fyrir böllin þá voru 200 manns sem svöruðu hvort við ætlum að halda ball núna í lok þessara annar. Hvernig myndi þið reyna að fá fólk til að svara þessum könnunum? Bara auglýsa betur, bara peppa meira, bara hengja upp plakkvöld skólan og bara spyrjum bara stærri og fleiri hluti, til dæmis bara hvað framleiðendur málfræði ætla að vinna með og bara hvar böllin eru staðsett og bara, já, bara spyrja meira og fá bara fleiri skoðanir. Já, ég er alveg saman þessu, bara kannski lappa í stofur, auglýsa betur, kannski reyna að koma upplýsingunum bara þannig að fólk sjáu alltaf definitív þegar ég er að setja kannanir og svona, að það er ekkert alltaf allir yrkir á Facebook. Og svo líka þá kannski uppfara nefnda síður annað en bara því. Já, þannig að það séu fleiri samfélagsmiðlar svona virkir. Þá kannski spurningarna sem þið voru farið með úr stefnumálum ykkar. Þið segist að ætla að vinna Málfræði og Gettu betur. Hvernig ætla að fara því? Það stærsta markmiðið er að taka sigurinn heim í þessu keppnum, en bara að mínu mati núna kemur kannski smá þjálfaramál og
bara gefa okkur ennþá betri tíma og skipulagningu að ráða bara réttu þjálfarana í starfi. Því það er bara undirstaða bara liðanna og bara góðs gengis. Og síðan bara peppa nemendur ennþá meira og verðlauna nemendum sem mæta á viðburði actually og bara styðja liðin til sigurs og bara gera allt sem við getum. Bara gera geggjaðan hóp og bara sigla svo heim. Já, ég er bara algjörlega sammála, sko. Við þurfum að byrja strax að ráða þjálfara bara eins og við gerðum, en reyna að finna þjálfara sem að hafa virkilega mikla ástríðu fyrir sig og er ekki bara að geta þau peningin ef þau byrja að minnast straka peningin, þá er það ekki bara að leggja nógu í menna í það og við þurfum að halda budgetið. Já, og svo bara fara með liðin í fleiri hópefli, bara út á láni til dæmis, eins og við höfum oft alltaf að gera, en gera það kannski heyra fyrr í liðum bara út á landi og já, sjá hvernig stendur. Við komum inn á nokkra punkta þarna. Þú, Palli, talar að ráða trausta þjálfara. Það þarf að vinna í samstarfi við lögregluna eða hvernig á að vera viss það að þjálfararnir séu traustir og til halds? Bara að gefa okkur betri tíma er bara að hugsa málið þjálfara og bara byrja bara strax að skoða bara alla og bara heyri fólki sem við unni með til dæmis þjálfurum og bara heyra skoðanir bara fólks af þeim og já, bara gera það besti að ráða eftir fólki. Já, og er þið með einhverjar hugmyndir til ykkar beggja að hann var að tala að finna einhverja þjálfara sem hugsa ekki bara launin, sem er geggjað, en vitið eitthvað hvert þið getur leitað til þess að finna þjálfara sem ekki nú þegar inn í Morfís-búblunni? Bara þú veist, heyra í sem flestum, eins og við segjum, bara heyra í öllum sem við þekkjum, öllum sem að hafa einhvern tímann tekið einhvern þátt í þessu. Bara reyna að grafa upp fólk sem kannski hefur einhvern endilega verið fengt að sækjast í þetta en við getum svona hvatið til að geta heyra í ungu fólki líka, af því að já, þeir geti svona kannski fólk sem er nýbúið að vera að taka þátt í Morfís eða eitthvað. Já, bara. Já. Þið voru bæði með í bæklingunum ykkar að halda verðin á peysunum í algjöru lágmarki. Nú að þau verið í hendinni, er það raunverulega markmið að hafa það í lágmarkið því að við þurfum að hægna staðum til þess að geta greitt þjálfararnir? Já, náttúrulega bara að reyna að hafa verðið eins sanngjarnt og hægt er ekki í algjöru lágmarki, bara svo að málfólk fá út úr þessu og bara nemendur fá góðan díl á bara peysunni og bara allt þessi samtíð. Já, algjörlega, og líka bara að reyna að hafa kannski fleiri búrásölur eða bara sölur á minni varningi til þess að geta niðurgreitt peysun og svona. Við þurfum vantarlega líka að geta hægnast eitthvað og geta borgað þjálfararnir, en já, reyna þess að við getum að halda í lág. Þið voru líka bæði með að halda klika mismunarverð. Þá kom inn á það áðan, en hvernig hafið það í huga að gera klika? Bara skipuleggja og bara stjórnin kom bara saman og bara komið öllum hugmyndum á borðið og bara fáið stærra tjaldsvæði og bara meiri skoðanir á artistum og ef fólk veit artista og bara kannski hafa eitthvað reisastórt svið eða eitthvað skemmtilegt sem að artistin geta verið á og bara, já, bara gera gott úr þessu. Jú, mér fannst þetta að vera mistið að verða í ár mjög góð. Kannski byrja að skipuleggja mjög vel, gera skoðanir, hlusta fólki, sjá hvað þau vilja, hvað artista þau vilja fá. Já. Emma og Palli, Emma og byrja hérna. Tölum við bæði að endurbæta nefndja, kaupa inn ný húsgögn og bæta Wi-Fi og allt þar á milli. Hvernig ætlaði að gera það? Bara með því til dæmis, sko, ef við hægum upp viðburði og höfum fleiri viðburði kannski sem við erum að selja meira inn á og getum lagt meira höfnið, þá eigum við möguleika á að geta keypt betri innréttingar. En svo líka ógst það bara mikilvægt að viðhalda nefndahjálparunum actually. Drífa hann við og við, bara oftar en hefur gert bara, og líka bara að nefndi takja á sig ef að þið eru með drasl og rusl, bara actually takja hann. Annars eru vikur eða eitthvað skammur. Já, bara ég legg bara til að í sumar kemur bara stjórnir saman og fleiri sjálfboðaliðar og bara taki bara allt óþarfa drasl úr nefndja því það er svo bara geggjaði möguleika fyrir nefndja, bara þetta er bara svæði sem að gera hvað sem er og bara
fyrirtækjum bara styrki einhver úrsgögn eða bara og heyra hvað nemendur vilja fá í nefndja bara, þú veist, komið löngum tíma að gera eitthvað annað neyri, sko. Þið talið bæðið að vilja stila því að nefndafélagið sé meira aðgengilegt. Hvernig myndið þið vilja fá fleiri inn í félagslífið? Já, bara ég legg til dæmis til bara að verðlauna fólki sem bara svona í alvöru vill taka þátt og mæta því að það náttúrulega bara eiginlega alltaf að boða þeim sömu allstaðar í allt og bara það kom alltaf allir í verst á fyrir félagslífið og bara og leiðilegt að sumir fá ekki tækifæri sín og bara og reyna bara að taka eftir sem flesti sem mæta til dæmis á bara alla viðburðina og vilja virkilega bara vera með og bara fá þau til dæmis í keppnir á marmranum og bara koma þeim einhvern veginn inn í þetta, sko. Já, ég sammála, sko. Það kom, þú veist, Versló er náttúrulega alveg mjög þekkt fyrir félagslífið og koma ógeðslega margir líka bara fyrir félagslífið. Ég get sagt að það, ég er algjörlega þar. En bara, þú veist, bæta inn fleiri minni viðburðum og hafa viðburði sem að allir geta mætt á og líka bara auglýsa í stofur og bara hvetja alla, líka þessar finnur sem kannski þú ekki að skrá sig í skráningarskíli eða eitthvað svona. En allavega hvetja alla til þess að mæta á viðburði og taka við meira við. Já, og hafa meiri svona utanskóla sem að þeir auðvitað að vera eitthvað stórir að því nota. Ok, Palli, hérna nokkrar til þín. Talar annars konar klæðnað í samstarfi við aðra. Er þetta buff? Annars konar klæðnað? Nei, ok, hvað er það? Það er ekki buff. Bara eins og við gerum í fyrra, bara gera eins og við tölum alveg að gera buxur með metta sem mattsaði peysuna. Og bara láta raddir nefndar, bara heyra hvað nefndir vilja sjá. Bara, mér fannst vanta miklu meiri klæðnað og bóli bara í ár. Og bara, mér lífum sér alveg mikil eftirspurn bara eftir meiri klæðnað, bara fyrir bóli á marmranum, það er ekkert erfitt að þannig séð gera það. Og bara, já, bara gera skórakannir og sjá hvaða framleiðandi fólk er spennt fyrir og hvernig klæðnað, sko. Emma? Jú, mér finnst alveg að við getum haft fjölbreyttari klæðnað í boði, bara, þú veist, og líka skoða bara ný samstörf með bara nýjum fyrirtækjum og hönnum og ennáttu gera sko nákvæmdarir og tjekka hvað fólki vill og ef það er ekki nógu mikið að fólki vil svara þá bara fara í stofur og já, bara svona reyna að geta fjölbreyttara, það er alveg eitthvað, það er alveg hægt að gera annað en þú veist, ég líka það. Já, myndið þið vilja halda áfram samstarfi við Metta? Líklegast ekki, mér finnst bara í fyrra og í ár við erum búin að klára það svolítið. Mér finnst til að mest spennandi núna væri Reykjavík Roses, þannig að flesti skólar núna búin að dempa sér í það og bara tímaspursmál hvernig við myndum gera það og ég stefni bara að fara í samtali við þau og skoða annað spennandi með öðrum framöndum. Já, ég er algjörlega sammála, sko, þú veist, mér finnst svona Metta að vera smá búið núna þannig á okkar aldri. Ég held að hana væri ekkert eitthvað bara spennt að fá annan Metta-gala, ég held að flestir verða það ekki. Þannig að bara endilega skoða samstarfið fleiri hönnur og já. Palli, með mætingu á VFM-daginn. Já. Hvernig ætlar það að reyna að fá fleiri en 30 manns til að mæta? Bara eins og ég segi áðan, bara að virkilega taka eftir hverjir að mæta á allt og bara láta fólk vita að ef þau mæta þá er þeim kannski boðið á eitthvað skemmtikvöld sem er seinna skilur og bara kannski ef það er fjármagn til þess að hafa einhverja rútur sem að skulda busunum sem eru í bílprófi eða eitthvað yfir í hljómskólagarð eða eitthvað svoleiðis. Ok, og þú talar alveg helling einhverju málfræðikvöld. Hvað er það? Er þörf fyrir svona skuldum? Hvað starfsetningin er það? Það ég helling það? Já. Náttúrulega málfræðikvöld er náttúrulega bara viðurnefni yfir annarskólakvöld, skilur við, en það er alveg að taka málfræði kannski til það. Síðan ertu með hugmyndagur spurningaleik, viltu vinna milljón? Já, bara hvernig þú fórst kannski alveg fram í á punktinum en ég vil svona eiginlega bara peppa meira mælskast í verslingurinn og geta betur og bara gera bara svona alveg keppni úr þessu og bara út að þetta hefur bara svo mikið potential bara að gera einhverja skemmtilega póstera á veggina og bara peppa miklu meira og fá bara svona skemmtilegt fólk í þetta og bara actually gera þetta bara svona mjög skemmtilega og stóra keppni bara En viltu vinna milljón lengur? Viltu vinna milljón að bara svona einhver hugmynd kannski frá
þér í fyrra sem að þú ætlar að gera það. En þú veist, það var líka skemmtilegt að skoða það, skilur við. Það er einhverjum verslingur bara á milljónum ríkari. Nei, bara sama koncept, kannski ekki upphæðin. Algjörlega, og hérna, þú talar að vera með peysuafhendingar gegnum bekkjarformann. Hvernig hefur það virkað? Já, sko, við ætluðum að gera það í ár, en það var eiginlega bara seilskap svona þannig sé að kenna að við fengum ekki réttu gögnin í gegnum skjölinn, þú veist, í gegnum söluna. Þannig eins og við talum í einu punkti þarna í stefnumóti stjórnar, þá vil ég bara uppfæra NFA því heimasíðuna og fá bara betra sölukerfi og bara sem við getum stóla á til þess að fá bara réttu gögnin og eins og ég segi bara aðeins þessi gegnum bekkjarformenn bara sem ætti að vera mikið þægilegra ferli en að vera alltaf á morgunum með kassana og eitthvað. Kekjað, Emma, þú talar æfingarferðir út á land. Hvernig myndu græja það? Bara heyra í þjálfurunum, bara þú veist, nefndinni sem er að sjá þetta út á landi, til dæmis eins og á Akureyri. Heyra í þeim og bara sjá hvernig stemmingin fyrir þessu þar. Og af því að það er svo mikilvægt til þess að vinna keppnir að liðin séu actually náin og ná að vera saman. Þannig að það er ótrúlega mikilvægt að hafa mikið á hópeflum og þannig. En og ég held að það væri aldrei hægt að framkvæma þetta með því að finna bara rétta tíman og komast á samkomulagi við nefndina þar. Hvernig þetta myndi henni best og hafa æfingarkeppni. Þú ert meina að koma málþóðvikum á enn hærra level. Hvernig getur þú farið? Bara þú veist, við heldum alltaf ógeðslega góða til dæmis vatni æfingarviku í ár. Ég myndi bara vilja peppa hana ennþá meira, bara með því að auglýsa í stofur. Ég held að það sé ógeðslega mikilvægt að labba í stofur þannig að allir ríki af þessu og allir mæti niður valvaran. Líka kannski bara setja meira budget í hana. Við viljum hafa artista. Bara gera meira úr því. Þá ætla að fara fyrir spurningar hérna úr sal og ég ætla að henda inn hérna fyrir spurningum. Hérna er einn til þín, Emma. Ef Ólafur væri formaður Nemo, myndi þið finnast erfitt að vera með bróðinum í stjórn? Nei, sko, ég og Ólafur náttúrulega, við höfum til dæmis verið saman í bekk bara allt okkar líf þangað til ég skipti í fyrsta daginn. Það var ekki til þess að fara frá honum, ég bara elskar mjög mikið og allt svolítið. En við finnum alltaf að vera saman og okkur kemur oftast mjög vel saman líka. Þannig að ég myndi bara vera mjög glöð með það, það er eitthvað gaman. En til ykkar begja, hver eða voruð þið eða eitthvað aðrir gerðu myndbandi ykkar og bæklingum? Ég setti bæklingum minn alveg sjálfur og Heiðin Ingvars tók upp myndbandið og ég hlifti það sjálfur, þannig ég gerði það bara allt sjálfur. Sólkalla, hún gerði bæklingum minn, útrúlega hæfileikarík, tók myndina. Ég gerði myndbandið, ég hlifti það allt sjálfur og tók bara síma, en ekki þessu myndbandið þannig. En það var margir sem kom að því að taka upp vídeó. Þá er það bara lokaspurningin. Hvað hefur þú framvegið hinn framvegðan? Til ykkar begja og vera góður hvort þannig? Ég náttúrulega var í myndinni fyrra og í ár og bara tel mig bara að vera betri leiðtogi og bara þekkja bara bara í BMS. Tel mig bara að vera betri leiðtogi og bara þekkja bara inn á meiri smáatriði sem málfóðu sinnir og bara hefur áhuga að gera það alveg på tíu og bara vera að bíða eftir þessu síðan bara fyrsta þegar en bara, en ég tel mig bara geta gert þetta betur, hvað segir? Þeir eiginleikar sem ég hef sem ég veit að mér nýtast vel í formann málfó er að ég er mjög hliðkennandi og opinn og bara, ég veit að fólki finnst gott að tala um mig sem er svo mikilvægt fyrir bara stjórnarmeðlum og formann málfó. Af því við erum þetta fyrir fólki, við viljum hlusta á nefndina. Því líka er mjög mikið leikmannahæfni, bara við bæði. Ég tel mig ekkert síðri í því út á að ég hefði aðeins minni reynslu, þannig séð. En ég er líka búin að vera að fylgjast mjög vel með ferðinni núna og bara andra á hvað hann er búin að gera, þú veist. Þannig að, ég tel mig alveg hæfa og bara svona í mig. Það var einn spurning og svar frá Palla Pönfinn.
Hæ? Sæll? Heyrðu, já, ég vildi bara spyrja út í eitt, þannig að það alveg að verða tæpt ár síðan ég keypti ákveðin drykkjaráhöld frá ykkur síðastliðið sumar og ég ekki ennþá búinn að fá þau. Bara get ég treyst því að þið eru að fara að afhenda varning sem þið eru að fara að gefa á næsta ári og fæ ég kannski að sjá þessi drykkjaráhöld á næsta ári? Já, leiðilegt að heyra, bara ég skal koma í samband við formann eins fljótt og ég get. Það er nú hann sem á eitthvað eftir þetta. En þessi drykkjarhöld fljótt að koma til skila, sko. Þú getur alveg treyst á það, það verður ekki svona á næsta ári, sko. En hvað veist þú segja um það? Ég bara, þú veist, við þurfum ekki að halda allt hlutir þetta og við verðum bara öll að sjá að selja þetta, þannig að það var ógeðslega leiðilegt að heyra að þetta komst ekki. Já, ef við hefum eitthvað eftir, þá erum við myndið fá. Nú að klappa! Næsta góðs við frambjóðandi listu og stuðningsmenn þeirra. Sjátt át og Gunnar Mogensen fyrir að koma með franskatnarnir, kóngurinn. Halló? Já, getur fengið þögn í salinn. Já. Ég ætla að byrja að fá, sko, nú veit ég ekki alveg hver með hvað ræður. Já, ég ætla bara að byrja að bjóða Kolbein Kára velkomin og stuð. Ímyndið ykkur þetta. Árið er 2021. Það er alveg að fara að koma að jólum. Piparkökulyktin æðir út úr eldhúsinu og þú ákveður að skella þér upp í rúm eftir viðburðaríka sleðann. Þú tjekkar aðeins á TikTok og oh my god, það var að koma nýtt vídeó frá Kára Rommel! Þetta er góður dag að sjá dillandi rassinu sínu á skjánum. Rommel. Það er einhvern málið. Rommel er hreint út sjálfmenn. Það er eitthvað aðdráttarafl sem dregur mann að þessu manni. Frá fyrstu sín á landsmóti samfélags í 10. bekk þar sem ég sá hann lappum í gangan. Djöfull var hann flott. Jæja, gæti verið að hann hafi fallen off smá, en come on, gefa hann sjens. Sjáu þetta bara, djöfis dúlla að bráðna þarna í sætinu sínu. Ok, ég skal hætta. Að því Rommel er í alvörinu ótrúlega duglegur. Ég man bara eftir fyrstu listapröfunum þar sem hann eyddi öllum sínum tíma í að læra mónologi sinn frá því að við fengum hann sendan. Meira segja eftir að hann komst í miður ekki inn í leikriti á fyrsta ári var hann þá bullandi aðdáinn fyrir leikritinu á nefndinni. Þessi maður brennir bókstaflega fyrir listum og það er einmitt það eina sem hann talaði um á árumskólinu byrjaði. List og hitt, list og þetta, ángríns non-stop list og tal. Ekki nóg með það að það sé dugnaður í honum, heldur er Rommel einn besta manneskja sem ég þekki í að búa til heild í hópum og að skapa góðan anda, sem á mínu mati er eitt mikilvægt hlutverk formans, þar sem þau eru andlit nefndarinnar. Ef fólki líkar ekki við hvort annað, dofnar metnaður, ferlið verður leiðilegt og það er líklegast að leikritið verður lélegt. Það hefur sést í nefndum í gegnum tíðina þar sem verkefni nefndar hrynja þegar liðsett er lélegt. Satt að segja er ég handviss að Rommel verði frábær formaður listó og trúi ég fullkomlega að hann muni gera besta listóferli hingað til.
Rommel rúlar kjósið. Ex-Rommel í formann Listó. Á næsta stendur Óli upp á svið. Svo það ekki spurning að með hennar leiðtogaefni og hugmyndum verður verklistanefndar næsta ári framúrskarandi. Orð getur ekki lýst hversu mikill karakter Una og hann hefur góða nærveru og sterk áhrif á allt í kringum sig. Hún umbragðlynd og ég efast ekki að hún getur myndað frábæra heild í nefndinni og muni halda vel utan listafjölskylduna sína. Ég man að eyða nær hverjum degi með henni sem ég nefndi í skólanum senasta listaferli og þegar hún var búin að skutla mér heim þá blaðraði ég og blaðraði við mömmu og pappa hvað mig langaði að vera svo hún. Ég var svo lítil stelpa að tala hvað ég ætlaði að vera þegar ég yrði stór. Er það ekki eitthvað sem við viljum hafa í stjórninni? Fyrirmynd sem allir nemendur skólans geta litið upp til. Það er enginn eins og Una sem fyrir Instagram, trúverðan og drop-dead gorgeous stjórnarmeðlim setið X-liðinni í formann Listó. Takk fyrir þetta. Við byrjum, hvernig gengur ykkur í náminu? Mér gengur upp á við. Ég er ekki búin að vera kannski beint duglegust að bæta tíma í dag og í gær og svona, en annars bara vel. Náttúrulega smá ykkur en það er best. Já, ég meint tek undir mætingarengur kannski bara næst mjög eftir þessa viku, en annars bara mjög vel. Bara mjög vel sko, yfirleitt bara mjög vel. Smá skýta svolítið spænsku sem, já, en annars bara fínt. Myndið þið fara í nema leikhóp eða taka til öðru stóru viðburðum eins og Gettu betur á Morfís eða kannski? Sko ég sé mig ekki fyrir mér að taka þátt í Gettu betur eða Morfís en þannig en ég myndi alveg taka þátt í leikhóp Nemo, þú veist. Álagstímabilið er alltaf saman tíma, Listó fyrir áramót, Nemo eftir áramót.
Saga tók þátt í Nemo og það tókst Nati Hjálmar sem var á fyrsta ári hjá mér tókst og það með því, það bara að palla saman og það verður bara pönk álag að vera þá í stjórn, formálist og vera í leikofni Nemo. Já, ég myndi örugglega líklegast líka að taka þátt í leikofni Nemo. Strax á fyrsta ári lærði ég svolítið að læra með náminu og líka taka þátt í leikofnum og ég kann ekki að sinna náminu án þess að vera í leikofni Nemo eða vera fyrst að gera eitthvað annað. Þannig já, ég myndi alltaf vera í leikofni Nemo líka. Já, ég bara svona að teka undir, ég hef aldrei verið í leikofni Nemo en ég myndi örugglega fara í pröfur því að það er náttúrulega algjör draumur að komast inn í Nemo. En já, ég veit ekki alveg getur betur á Morphís en það er bara sjá til en ekkert plana. Já, hvað eittir miklu úr eigin vasa í framboð ykkar og þá í hvað auðvitað? Ég veit ekki alveg nákvæmlega tölu en ég keypti blöðrubóann og svo skeiðar og skálar fyrir súpuna. Ég keypti smá nammi þannig að það var svona kringum 3 skall. Sko, ég var að eyða núli fyrir einn dag þegar ég keypti með KFC og síðan þurfti ég að borga fyrir diska og sérhættu sem var svona, og það var svona rúmlega svona bara 1000 og 1000 pund. Hvað var ykkar framlag í nefndinni í ár? Í ár var ég markaðssetningarstjóri og ég sá vefsíðuna og TikTokið og síðan sá ég líka með skipuleika vikuna og trailin, það var svona stærsta mitt. Og líka gjörningarnefnd, það var geðveikt, ég fekk það til að loksins gera eitthvað. Og veit ekki, bara svona einhvern veginn í öllaukunin á saman tíma en aðal hlutverkið mitt var bara já, markaðssetningarstjóri. Já, ég var samfélagsmiðlustjóri, þá var ég að sjá bara samfélagsmiðluna. Markaðssetning fer líka mjög mikið fram á samfélagsmiðlum og þannig að það tóku allir mjög mikið þátt í því að markaðssetja sýninguna. Síðan var ég yfir ferðarnefnd og búninganefnd og sá aðalega í ferðarnefndina. Síðan gerði ég klippti alveg mjög mörg myndbönd, svona helstu myndböndin og síðan sá ég líka fjölmiðlasýninguna. Já, einmitt, þú veist, í Listó þá svolítið erum við að deila verkum. Erum alltaf svona 2 saman með eitt verkefni. Þannig ég og Rómilja varum saman með fjölmiðlasýninguna og það helsta sem ég gerði þar var að stofna hérna hljómsveitina sem spilaði live og svo bjóði til boðsmiðan og ívendið og svo náttúrulega vorum við að senda svona klassísk... Ég sagði þögn í salinn? Já. Og já, ég var líka meira í búningunum og þar reddaði ég öllum búningunum fyrir alla leikarana og út frá því planaði ég, þú veist, hár og förðun fyrir stelpunar og var að hjálpa til við að farða og að flétta og krulla á öllum sýningum. Og svo var ég líka, eins og þessum, deildum mikið að gera þú veist markaðssetningarni, þannig vídeo og svona. Postaði helminginn á öllum TikTokum á Listó TikTokinu, sá svo Narginu síðu TikToki sem er svona auka markaðssetningarsíða og hjálpaði líka við að klippa fyrsta þáttinn. Og svo var ég með leikskrána með Öllu, þar sem ég setti hana upp heima og svo unnum við með undirlendinni í hvað efni væri í leikskrána og svona. Hvenær nákvæmlega, því ég nefna bara mánuð, ákveðið að gefa kost á ykkur sem formalistu að fara með okkur? Ég fann það eiginlega bara strax á fyrstu 2 mánuðum að þetta var eitthvað sem ég vildi íhuga og hafði mikla ástríðu fyrir. Það var eiginlega bara svona, ég myndi segja heimurinn hafði svolítið bara ítt mér í Listó af einhverju ástæðu og þetta var svolítið bara svona my calling, myndi ég segja. Það var þá bara í svona október, september, þar sem ég var svona ok, þetta er eitthvað mjög virkilega að gera. Ég hef alltaf dreymt að vera í Listó og ég hef alltaf ímyndað mér að ég myndi lenda annarkvort í nefndinni eða formaður. Það var alltaf eiginlega svona hugmyndin að ég myndi alltaf reyna við formanninn. Síðan þegar ferlið byrjaði þá var þetta bara mjög gaman en ég var alltaf smá svona, var ekki alveg 100% viss. Ég vissi að þau 2 áttu bæði formann og ég hugsaði kannski að vera svolítið mikið að vera öll 3 að fara en síðan hugsaði ég bara af hverju ekki, þannig að það var mikið sens. Já. Ég hef bara alltaf langað að vera í Listó og frá því á öðru ára þegar ég komst inn í nefndina þá var ég bara svona eiginlega búinn að ákveða mig bara ok, núna er ég með þetta tækifæri, ég ætla að standa mig vel, gera mitt bara 100% og bara gera það. Og ég tók ákvörðuna af því bara að bjóða mig fram á í desember en bara frá því að komst inn í Listó bara öðru þá vissi ég bara ég vildi standa mig vel, ég vildi gera Saga stoltan af mér og bara, veit ég, bara það hefur alltaf bara verið markmið mitt að leiða einhvern veginn Listó, því mér þykir mjög vænt Listó. Þið búin að velja leikrit?
Nei, en ég er vissulega alltaf að spá í það og síðan er alltaf að tala svona hvort við höfum halda áfram að gera þessu farsar og mér finnst það líka bara svona gefa þetta hugmynd því farsar í ár og hittir fyrir að það sem gerist í Vestló. Við fundum einhvern veginn þessu gull að farsar virka vel, það heldur athygli, það fyndi, það geðveikt. En síðan er ekki endilega, ég er mjög ópen fyrir að gera eitthvað nýtt, kannski dramatísk eða kannski bara eitthvað nýtt og sérstaklega þegar kemur af fullskipa nefnd og með leikstjórn, þá munir leikstjórnin koma með hugmyndir líka og ég er bara ópen fyrir öllu. Já, það punktir hjá mér sem þetta mál að mér langar að gera eitthvað nýtt. Það er búið að vera 2 farsaleikrit núna í 2 ár og ég held að verði bara gaman að gera eitthvað nýtt og skemmtilegt. Þú veist, já, fá hugmyndir kannski frá ykkur og líka bara hvað leikstjórnin finnst. Já, ég hef líka sagt þetta kannski fallegt, skemmtilegt, sorglegt, bara eitthvað mjög flott og nýtt. Já, einmitt, mér finnst þetta ekki vera ákvörðun sem ég get tekið sjálf að vera eitthvað alveg hér eða hér. Þetta er bara eitthvað sem fullskipin nefnd að ræða og skoða og svo er þetta þá bara eins og þau sögðu hugmyndir frá leikstjórnum ef þau eru með einhverja skoðanir. En maður er opinn fyrir öllu. Rúmið er komið mjög góð punkt, við höfum fundið eitthvað sem virkar mjög vel en svo er líka ótrúlega skemmtilegt að prófa að fara í allt aðra og prófa nýtt. Þannig ég er bara alveg opinn fyrir alveg. Hvað myndið þið vilja gera betur en fyrir formaður? Það má náttúrulega alveg bara nefna að Samari var stjórnuformaður. Við viljum öll taka hann til fyrirmyndar held ég vilja tala fyrir okkur öll. Og það er ekki mikið sem Saga getur ekki gert. En það er svona helsta sem ég hugsa þetta. Og það er í rauninni bara að setja skýrari mörk. Bara upp á veljan og þetta sé skemmtilegt. Þá myndist ekki eitthvað svona keðjuverkun, það sem er einhver bugun og það kannski smitast og að myndast eitthvað svona vandamál. Bara setja mörk, ég er bara að gera þetta. Þið vilja standa ykkur og gera einhver verkefni svo það lendir ekki allt á formanninum. Þannig það er svona helsta sem ég hugsaði. Já, ég tek líka alveg undir það sem Una sagði, en já, Saga stóð náttúrulega bara mjög vel, það er ótrúlegt. En já, það sem ég finnst er, já, það er svo mikilvægt að vera vel í þetta ferli og hafa góða móral og þá bara, já, hafa betra skipur þannig að allir geta fengið sína hvíld. Það er ekki hægt að vera alltaf 100% ef maður fær ekki nóg mikið hvíld. Þannig að, já, hafa skipulagt að allir geta alltaf að fara heim, fiksa næringu og sofi vel þannig að allir geta gert sitt 100%. Eins og Ronja og Una sagði þá stóð Saga sig bara ótrúlega vel og ég bara, vá, þetta er bara mjög vel. En kannski of vel myndi ég segja. Hún tók fullt af verkefnum einhvern veginn og gaf okkur einhvern alveg tækifæri til að klára. Það var að koma alltaf, ok, við þurfum að gera skjalið, við þurfum að gera hitt og þetta. Og þegar einhverju nefndi var kannski að fara að vinna í því eða gera það, þá var það bara búið og Saga gera það sem er auðvitað geggjað. En þú veist, kannski geggjað að hafa opið bara öll verkefnin og þá getum við í nefndinni bara tekið það á okkur og þá lært ekki á þessu og bara gera það saman í staðan fyrir að áleiðir fer á sögu og því sem formar er ógstæmlega álæg. Myndið þið fara í viðtal í nefnd ef þið mynduð ekki ná kjöri sem formann? Bara já, ekki spurning það. Ég kem pottþétt í viðtal. Já, þú veist, við erum öll flott og ég veit ekki öll gert það mjög vel, þannig að já. Já, tek algjörlega undir, maður er bara náttúrulega elskar lista og fyrir lista og vil gera það saman hver, þannig að ég er formaður. Hvað myndið þið gefa vinnuframleiðan ykkar í einhverjum frá 1-10? Frá ferlinu í ár? Ég myndi segja 9,6, þannig að alltaf pláss fyrir bætingu, en ég lagði mig alla fram og reyndi að gera allt mitt með stæl. Ég gerði mitt besta og ég myndi segja 9,6. Já, ég myndi segja að ég myndi gefa mér svona 9. Mér fannst ég gera mitt alltaf besta en ég veit ég get gert betur og ég er bara tilbúin að gera meira og já, stærra. Ég myndi gefa mér 9. Ég reyndi með alltaf besta og gerði verkefni bara vel og reyndi alltaf að passa það að vera vel en það kom alveg smá moment svona ég var mann verið aftur þessu, í nóvember, október svona það sem ég datt ógstlega mikið niður og svona fann fyrir því og fólk var að minna mig á nefndinni að ég var ekkert endilega að gera verkefni vel og þá fatti ég strax að svona mér svona wake up call, ok, hættu þessu kjaftaði, ég var í gang og bara veit ég, það bara Takk fyrir það. Hvað myndið þið vilja gera betur á næsta ári heldur en árið í ár frá ferlinu þá?
Hvað gerst þér? Kannski einbetta meira á heild, bara að passa að það er öllum vel alltaf og það að allir tala við öllum og að allir tala við þannig og bara að sé traust og að sé bara svona veit ég, bara traust og maður líði vel og maður mætir og maður sé spenntur að koma hérna niður og vera á æfingu með fólki og vera með þeim í bara 12 tíma og jafnvel kannski til 3 eða eitthvað, bara gera þetta gaman. Já, mér finnst mjög mikilvægt að allir fá svona klokk á bakið, þetta er ógeðslega erfitt ferli og koma mjög margir að því og það er ógeðslega leiðilegt að leggja sig 100% fram og síðan bara svona byrjunni eða eitthvað. Þannig að ég væri til í að halda eitt í lokaferli, kannski líka bara hittum með gegnum ferlið og bara hafa skráningaskjal á öllum sem að mæta og eru mjög mikilvægir í ferlinu og bara fagna í lokin. Síðan líka, já, hafa rannstífla, þannig að allir fá að læra sig. Já. Ég myndi helst, náttúrulega ég segi stefnumálum mínum að styrkja samband nefnd og leikhóps. Mér fannst það hefði alveg mátt vera betra í ár því að það er í alvörunni, það sem einkennir Listó er þessi Listó fjölskylda sem er svona umtöluð og hún getur verið svo ógeðslega frábær og við þurfum eiginlega bara að passa að aðskilja hópefli og æfingar og svo væri ég líka til að prófa að hafa bara svona fundi þar sem nefnd og leikhóp taka fundið saman einu sinni í viku. Fara yfir, þú veist, við vitum alltaf hvað leikhópur er að gera en þau veit ekki hvað við erum að gera. Þannig ef við myndum bara uppherða þau og segja á því hérna þið erum tilbúin hér og hér, taka hérna markasetninga en hér þá getur það markasetningum líka auðvitað og allir með á nóttunum. Og ef við höldum hópefli utan skóla, utan lágstans, þá myndast meira hópur og þetta verður skemmtilegt og það er eina í rauninni sem Listó á að vera, ógeðslega skemmtilega og ógeðslega mikið ást og vinátta. Og já, það er kannski hefði að vera meira hópefli utan. Hafið þið hugsað ykkur að nota list.verslo.is vefsíðuna áfram fyrir miðasöluna? Ef já, til ykkur á þekkingu til þess að annars hana og ef nei, hvers myndi þið snúið fyrir miðasöluna? Já, það er algjör snilld að við séum með okkar einn vefsíðu, þessi fjölsaga og ég myndi vilja halda því áfram. Ég er ekki mikla þekkingu á upplæringu á vefsíðum en ég er með mjög góðan einstakling heima sem kann 100% á svona og ég verður bara mjög til í að læra á þetta og vinna áfram með þetta. Já, þetta er bara skemmtilegt og öðru sem nefnum vel og þetta virkar bara mjög vel fyrir okkur. Ég er ekki með mikla þekkingu í þetta en ég er alveg mjög opinn bara til að læra og þetta er mjög mikilvægt að kunna og líka fyrir framtíðina. Mér finnst það geðveikt að Listó sé með vefsíða og mitt hlutverk í ár, ég sá þessu vefsíðu og ég myndi segja ég kann alveg svona slaka á það sko. Ég postaði nokkuð svona færstur þetta inni og ég postaði karaktermyndböndin, karakter svona kynningar og svona og það bara kenndi mig frekar vel á það og ég er alltaf til að læra meira í því. Þessi er þín Rónja, kannski smá inn á þetta áðan en þú segir bæklinginum að þú vilja setja eitthvað annað en hurðarkassa. Hvað annað hefur þú huga? Mér finnst þessi ákvörðun mjög mikið svona hvað nefndin vill gera. Ég myndi náttúrulega ekki vilja setja upp eitthvað sem að enginn er saman í raun. Ef nefndin og við erum öll saman svona farsa þá er ég alveg til það. En mér finnst bara kannski 3 farsa leikrit í röð, kannski of mikið, kannski ekki, en það væri bara gaman að skoða eitthvað annað. Í stæðan fyrir að googla funny leikrit eða eitthvað, þú veist, bara að googla eitthvað annað. Og já, bara koma fólkinu á óvart. Já, ég er ekki með neitt leikrit til greina en það væri bara ekki að fá hugmyndir frá fólkinu og já. Rámel, þú segir í bæklinginu þínum að stefnar á að bjóða undirnefndum í frumsýningar og lóðsýningapartíð. Hafðu hugsað að leigja sal eða verið heimahúsi eða hvernig hefur hugsað að ráðstafa partíð sem á að rúma 100 manns? Sko, það er fyrst lagi að finna kannski svona húsnæðingaum sem er auðvitað erfitt því það er ekki ógeðslega margir sem eru með hús fyrir 100 manns. En það var bara kannski að leita einhvern sal og við reyndum það í ár að leita sal fyrir lokapartína bara en við bara, veit ég, það var ekki sett mikið metnað, það var bara svona hugmynd og það fór enginn alveg að skoða þannig kannski bara með á næsta ári þegar kemur á frumsýningar og lokapartí sem ég finnst mjög mikilvægt að bjóða í mitt undirnefndinu því að þeir að taka mjög mikið þátt í þessi sýningu og skipa það en ég bara leita hvort sal. Una, í bæklinginni með flokkur sem heitir Gera vel og vanda. Getur nefnt einn hlut sem þú myndi vilja gera, nei, hvað segir?
taka til fyrirmyndar. Eitt hlut sem vill taka til fyrirmyndar og eitt hlut til þess að gera betur. Já, það sem ég vil taka til fyrirmyndar skipulagið sem við fengum nefndin. Þetta var alveg frábært, við varum með app sem heitir Trello og það var ótrúlega vel skipulagt fyrir hverja einustu viku. Það var mjög skýrt hvaða verkefni við áttum að klára og eiginlega bara mjög auðvelt að gera vel með þessu góðu skipulagi þessi hér. Þannig ég vil endilega taka þetta til fyrirmyndar að reyna að halda þessu áfram. Og eitthvað sem ég vil gera betur eins og ég sagði áðan, reyna bara að mynda meiri svona, þú veist, heild í hópnum. Því að það er ógeðslega gaman að geta hist líka eftir ferli og hittast, þú veist, að vilja hittast, að vilja vera saman og kannski bara koma inn í ferli með opnari hug og gera bara pláss fyrir alla að vera að kynnast í svona. Og ég veit að markaðssetningin í ár og í fyrra hefur verið bara mjög góð. En það er alltaf þetta að taka upp á stærra plan og með bara verkefnaskiptingum og 2 markaðssetningarstjóra, það er eitthvað sem ég vil gera. Kannski í framhaldi af því þá var næstu spurning þín, þú segist vel stefna hægt í markaðssetningunni og gera eitthvað nýtt. Ertu með eitthvað nýtt dæmi sem þú myndir vilja gera sem ekki verið gert áður? Sko, það var ekkert ein hugmynd, en eins og ég segi, þá vil ég fá fleiri í markaðssetninguna því að ef það eru fleiri sem eru að sjá þetta, ekki einn markaðssetningarstjóri, þetta er heljarna verkefni að vera með öll þessi meta-ads og billboard og strætóskýli og hvað allt sem við gerum og TikTok líka og allt svona sem kemur meira frá okkur, vefsíðan. Við myndum bara markaðsskipta betur og þetta afkasta mikið meira og bara fá fleiri hugmyndir, halda kannski 2 fundi, ég veit við gerum það, en halda áfram með þú veist eins og TikTok, svona auka TikTok sem við höfum verið að gera að slá í gegn og bara brainstorma öll saman í rauninni. Ronja, í bæklinginni segir þú vilja bæta skipulag á tímastjórnun. Hvernig fannst þið skipulagi ábótavant í ár og hvað myndir þú vilja gera betur? Það var gott í ár, þú veist, Trello virkaði rosalega vel. Ég held bara, þú veist, skipulagi, þú veist, að öllu sem við gera í kringum leikritið var góð. En það er kannski meira bara svona tímasetningin eftir á eða þú veist, að hafa ekki æfinguna of langa því að þú veist, það hafði mjög mikil áhrif á ferli á hvernig öllum leið að vera alltaf langt fram á nótt á æfingum eða öfugt eða eitthvað svoleiðis. Og ég bara svona held að það væri gott að hafa kannski meira bara svona tímaramma þar sem að allir geta fengið bara fullkomna hvíld og næringu og hafa líka bara auglýst þegar það er pása þannig að allir hafa nóg tíma til að læra sig að mynda æfingar. Þetta eru langar og erfiðar æfingar og já. Rommel, þú segir í bæklinum að þú viljið skoða samstarf milli Listo og Nemo. Hvernig samstarf hefur þú hugsað milli Listo og Nemo og telur þú þörf á 2 uppteknustu nefndir skólans taka þessi fleiri verkefni? Sko, eins og ég segi í bæklinum, þá er Listo og Nemo. Við sjáum listarinn hlið skólans, það er leiklist, dans og saum. Og ef við vinna vel saman, þá er það geðveikt að þið eru að deila fullt af svona propsum og búningum og veit ekki, mér finnst bara Listo og Nemo svo mikið svona svipaðar nefndir og af hverju ekki gera eitthvað skemmtilegt úr því og gefa þá tækifæri fyrir fólk sem komast ekki í leik og komast ekki inn til henn smá vettvang til að svona leyfa sér skína þess og þá til dæmis að halda viku kannski skemmtilegt eitthvað og ekki viku eða eitthvað viðbur eins og það hefur verið gert eitthvað svona runway show eitthvað þannig skemmtilegt og já, bara skoða að hafa Listo og Nemo eitthvað svona meira tæk og því þú veist, bara skemmtilegt. Ronja, þetta sem að blanda 2 stefnumálum, þú segir að dreifa stóru viðburðin meira yfir árið og sama tíma og vill plana skólaviðburðina í takt við álagstímabilin. Hvernig myndir þú hátta þessu öðruvísi sem hefur verið gert undanfarin ár? Það er náttúrulega mjög erfitt að reyna að hafa félagslífið í takt við námið þar sem að það er alltaf bara með mjög öðruvísi, þú veist, já, öðruvísi stundatöflur, já. En þú veist, bara þá er ég að tala bara eins og núna þegar við vorum með busasýninguna okkar, það var bara mjög mikið að gera hjá busunum og bara það komist ekki það margir og það voru ekkert mál fyrir okkur að reyna bara að gera sýningu þegar fleiri komast. Já, stærriðingunni, já. Eins og dæmis þegar var okkar vika og síðan stutt eftir það var vænisvikan og síðan líka 12.0-vikan og það var allt svona á svipuðum tímum og það væri bara næs að væri ekki gegnum til í skólanum líka þannig að maður getur bara notið þess mjög mikið að taka þátt í þessu öllu. Þess vegna er þetta að missa af ykkur svona út af náminu. Og já, það er bara að hafa fleiri að missa það nefndunum, þú veist að hafa þær kannski inn á milli en það er líka alveg erfitt að breyta tímasetningum á til dæmis vælinu og eitthvað. Rommel,
skólaárið. Hvernig ætlar að fara því þegar vikur ársins eru nú þegar allar uppteknar fyrir stjórnarnefndir og stóru vísindanefndirnar? Ég meina það er alltaf að blanda vísindanefndir saman. Það gera sér ofta sem vísindanefndir eru kannski með viku og eina sem er í gangi er bara tónlistarmann, eða skilur bara. Og með því að hafa þá skemmtilegt svona eitthvað hafa gangið á mannhóðunum þá bara, ég meina það hvetja og sjá til þess að þessi nefndir skipur eitthvað, gera eitthvað stórt og gera eitthvað skemmtilegt. Kannski 2 dögum fyrirvar áður en vikan er til þess að það sé eitthvað í gangi og síðan bara blanda nefndir, bara hafa ísnefnd og date-nefnd saman og tróða það eitthvað að vera passar og gefa einmitt þessi litlu nefndir sem er ekki til að með stórt núna tækifæri til að koma styrk. Ég meina það er alltaf bara að hafa sömu stjórnarnefndir og stóru mismunum alltaf, við þurfum ekki að íta þessi litlu nefndum. Myndir þá hlýða að bara leiða ykkur nefndum ekki að viku eða eitthvað svolítið? Þannig að segja það. Myndir þá hleypa ykkur nefndum ekki að viku eða eitthvað svolítið að þær eru allar uppteknar eða nú þegar? Bara sameinaðar eitthvað? Kannski sameinaðar eða skoða eða sjá bara hverju vilja halda viku, hverju vilja ekki. Og veit ég, bara samlega og bara hafa bara stórt fund kannski bara og tala samlega um það. Hérna koma nokkrar úr skjalinu. Það er mjög mikið að vera að spyrja hvort það er opið fyrir að hafa Minions-leikrit ef að Nemo lítur ekki hugmyndina. Já, það væri opið fyrir því. Að hafa Minions-leikrit? Já. Ég meina, þú veist, ekki söngur í það ekki sem minnst þú getur gert? Það er barnalag. Ég meina, þú veist, ef fólkið er til, það er náttúrulega að hlusta á fólki og við gerum það bara. Já, ef að Nemo var að gera það verður kannski fyrir að við verðum líka að gera en það er svona, já, kannski erfitt að framkvæma en þú veist, já, alltaf ekki. Já, vantar ekki bara sponsor pattbúðinni og gula máling og gjöra í spilgurinn og víkurinn. Það var grúmspilgurinn. Já, grúm, meina ég, já, grúm. Til þú þig hafa gert alltaf þitt besta í síðastleginn ferði og eftir 100%. Já, maður reynir alltaf bara sitt besta í að sinna sínum verkefnum og svona og leggja sitt allar fram út af því að það er bara ástæða sem byggir þetta í grunninn. En ég get alveg sagt, þú veist, eins og það voru mistök gerð með prenti sem ég sá þú veist, plaggutin okkar og þau voru sett upp í korterinu á vikunni. Þú veist, það hefði alveg mátt bara plana það betur, en auðvitað, þú veist, þetta er fyrsta vikan eftir vetrarfrí. Það er mikið chaos, fjölmjölsýning, frumsýning, það er mikið að tjöfla, en maður náttúrulega bara reyndi að gera sitt allra besta og ég myndi segja já. Já, sorry, getur þú sagt spurningar aftur? Já, telur þú þig hafa alltaf gert þitt besta í síðastleginn ferli og lagt þig 100% fram? Já, þú veist, mér finnst ég alltaf geta gert betur. Ég laði mér mjög vel fram, en ég veit að ég myndi leggja mig líka 100% fram í þetta hvernig starfsformanist er. Og já, það voru alltaf ups and downs, en já, ég gerði mér alltaf besta. Ég vil virkað trúa því að ég stóð mig vel og reyndi alltaf það besta, en eins og ég segja áðan, sem ég segði áðan, í svona nógumir óttum, þá datt jóksmikið ég veit ekki að hverju, kannski var það bara ykkur gangi í nefndin eitthvað henni, en ég bara svona, ég fattaði að það bitnaði strax á hvernig styrkja voru ganga eða hvernig bara æfingar voru ganga og þú veist, og mér langar einhvern veginn að bæta það og passa upp á að maður fer ekki svona niður og gera spil. Hvað hafið þið umfram hinna frambjóðendur? Umfram þessi við það er bara mínar stærsti svona kosti, það er bara svona, ég vil virkað trúa að ég er ekki góður, ég hlýr og ég er svona, mér þykir mjög vænt fólk, bara innilega, ég elska að spjalla fólk með áhugamæli og ég elska skrúmsa eitthvað henni, ég veit ekki, og bara svona, ég veit ekki, bara ef ég þreyttur, ef ég veikur, ef mér líður illa, þá bara, mér vil alltaf passa að fólki í kringum sem ég þykir vænt líði vel. Og það var mjög þannig mér listó, kannski leiði mér ekki vel á þessu tímapunkti, en ég passaði að öllum í kringum leiði vel og það íti bara undir góð móral og góð móral gerir geggjaðan hóp til betri sýningu og betri sýningu gerir bara minningar sem maður aldrei gleyma og maður er alltaf svona takklátur og stoltur af það sem maður gerir. Ég átti að vera til kannan. Hvað hafið þið umfram hinna frambjóðendur? Já, mér finnst ég bara vera með mikið markmið. Við erum öll
mjög góð og svipuð stefnumál en samt öðru sem hátt. Ég veit að ég skipuleg og ég metnaðarfull og ég treysti mér mjög mikið í það. Já, ég myndi alltaf hlusta á bara hvað mér finnst. Ég verði til að fá skoðun með öðrum og ég verði vinir með allt og vera mjög vel saman. Og já, ég bara til mig mjög tilbúin til að taka þetta skref. Já, eins og þú segir, þá náttúrulega bara myndi ég segja að vera mjög dugleg og í grunninn bara hafa mjög mikla ástríðu fyrir þessu starfi og vilja leggja mig allan fram til að gera sem bestu sýninguna bara út af mér þykir þetta svo kært í rauninni og það er eiginlega að lýsa því í orðum hvernig listó virkar. Það er bara eitthvað sérstætt og ég vil bara halda þessu áfram, halda þessu gangandi því að ég treysti mig til að vera drífandi og jákvæður leiðtogi sem hlustar á alla og ég er bara ótrúlega spennt að fá mögulega að taka þetta skref. Já, er eitthvað spurningar á sal? Kæðið. Já, það takk fyrir. Já, við viljum fá stuðningsmenn eða hérna sem eru þessi framförum. Þannig að við fyrst byrjuðum að korpu upp á svið. Og skila sínu markinu á félagslýsin og þar á meðal til ég
án efa réttu manneskjuna í form Martínez og ótrúlegt en satt og ekki látið ykkur bregða, þá set ég X við Sögu Þórsdóttur í form Martínez. Næst vil ég fá Pál Steinar upp á sviðið. Hlustið, ok, nei hlustið! Síðastliðið ár hefur verið hreint útsagt algjör rússibæri í mínu lífi. Draumar hafa ræst, en draumar hverfa einnig. Þegar ég var ekki tekinn í skemmta og leið mér eins og ég hafði að allt sem ég hafði unnið af það ég gert til einskis. En þegar ég segi að allt gerist fyrir ástæðu, þá meina ég með mínum dýpstu hjartarsótum. Í lok ágúst var ég tekinn inn í Verslunarskólann. Þetta ferli gaf mér svo ótrúlega margt og ég allmest þakklátur fyrir að hafa kynnst henni Evu. Eva kom mér ótrúlega skemmtilega óvart. Ef ég ætla ekki að ljúga þá var ég bara skíthræddur við hana. Hún alltaf tók vídeo af mér sofandi í flugvél á leiðinni til Köpen og ég bara var ógeðslega lítill í mér eftir það og svona eiginlega smá byrjun á ferðinni en nóg það. En hún Eva er mitt skemmtilegasta, fyndnasta, duglegasta og já, bara það. Manneskjan sem ég þekki. En Eva er ekki bara drop dead gorgeous og algjör boss bitch, heldur hún einnig fáránlega góð og traust vinkona. Ég er ekki að djóka þegar ég segja að Eva er sú manneskja sem þú vilt leita til þegar þú kemst að því að pabbinn er að halda fram hjá mömmu þinni. Þetta er svolítið erfið staða, hvort viltu halda málinu leyndu og lifa með hamingsamri fjölskyldu eða segja mömmu þinni sannleikann, horfa á lífið, sogast í húnni, splundra fjölskyldunni og mögulega skerða samband milli pabba eins og þíns. Ég hef alltaf ekki fucking hugmynd hvað ég myndi gera, en Eva er kannski manneskja sem geti hjálpað þér, en nóg það. Tölum aðeins Evu og Verslunarskólann. Eva hefur nú tekið virkan þátt við því að búa til 2 af 3 börnum síðan ég byrjaði í Versló, bara í þessu samhengi bók, sem sagt Verslunarskólann 89 og 90. Til sitt sýnist hverjum hvað barnanna er fallegast, en ég vil alltaf meina það að barnið verði aðeins betra og flottara með hverju árinu. Ég meina, sáu útgáfuna núna síðast á föstudag. Þetta er stærsta útgáfa Verslunarskólansins hingað til, en Eva Sóley did that. Þetta er jafnað sem er ekki flókin. Með hverju árinu verður barnið betra, flottara, fallegra og því er ekki tóma Eva í mér það að hún Eva muni búa til besta barn allra tíma. Þegar boðið er sig fram til formanns er einnig verið að bjóða sig fram til stjórnar NFFÍ. Þetta er eitthvað sem fólk gleymir stundum að taka marka. Með hópeflinn sem var 90 ár, útgáfuna sjálfa sem var haldin í motherfucking Borgarleikhúsinu, sé ég ekki af hverju Eva geti ekki haldið lítið og krúttlegt ball, sér til þess að ykkur verið fylltar, haldi guddsett niðurstöðunarferð og haldi nefndakjöldar hreinu. Ég ætla svo rétt að vona ég þurfi ekki að mata þetta frekar ofan í ykkur. Gerið ykkur sjálfum greiða og kjósi Evus í ritstjóra Verslunarskólablaðsins. Og að lokum býð ég hingað Bjarka Ísaksson upp á pontu. Jæja, góð kæra verslingar. Ég fengi að heyra þetta kynna fyrir ykkur hana Hildi sem valkost í barna íþrótta á Verslunarskólanum. Eins og flesta vita hefur Hildi verið meðlumur í íþróttum í 2 ár og hann kynni sem busi. Hildi hefur ekki aðeins gert stórkostlega hluti við nefndina, heldur hún einnig lagt allt sem í félagslífið og nefndinni. Ég og Hildi vorum auðvitað saman í íþróttaskólaári og við höfum einnig verið saman í bekk allar skólaári. Ég vil auðvitað segja að Hildur er einn góðhjartasta, metnaðarfullasta og skemmtilega stelpa sem hægt er að finna. Að sjá hversu vel og vandlega Hildur hópa störfum sérstaklega í félagslífinu er bara magna. Það sem ég er að segja er að það þurfa bara allir eina Hildi í lífið sér. Að geta sinnt krefjandi störfum stjórnarnefndar, verið formaður bekkjarráðsins og sinnt náminu er ábyrgð sem bara alls ekki allir gæti tekið sér að finna. Hildur er líka eini nefndi í Verslunarskóla Íslands sem var sinnt 2 ára baki í íþróttanefndinni og gera hana fullkomna í embætti formanns. Ég lofa ekki því að allt sem ég dættir í hug
að megi gera betur við íþróttir Vestlandsskóla Íslands Hildur með langlegina að bæta og læra. Ég vona að áttið ykkur á því hversu gott það fyrir nefndina að hafa einhvern sér við hlið í nefndarvinnu sem hefur reynslu og veit fullkomlega hvað það er að gera og hvernig á að gera það. Ég ætla ekki að minnst að ræða eitthvað egóbúst þegar það Hildi. Hún hefur alveg sína kosti og galla. Ég veit að minna kvöldi í skíðaferðinu og nema bara þetta fyrsta ári. En vá, Hildur bara miklu meira fullkomið í þetta starf. Og ég veit hvað íþrótt skiptir að brjálast miklu máli. Hildur bara heiðarleg, framúrskarandi og bara æðisleg. Og ég og þú, kæri samnemandi, getum báðið svo vel á nefndina á næsta skólaári, vitandi að Hildur að sinna störfum í íþrótt og tryggir þér félagslífið sem þú tryggt. Kjósið Hildi í íþrótt. Takk fyrir. Þá ætlum við að byrja á almennum spurningum. Við byrjum bara á Evu. Já, heiði spurning. Halló. Hvernig gengur ykkur í náminu? Já, mér gengur bara vel. Já, það gengur bara frekar vel. Mér gengur bara líka vel. Hvað eigið þið miklum pening í framboði? 0 krónum. 0 krónum. 0 krónum. Ef þið enduðu hagnaði eftir þessa svona styrkingu í framboði, í hverju ætlaði að eyða peningin? Ha? Er ég að segja vitlaust? Ég var að djóka. Ok. Ætlaði að taka þátt í einhverju fleiri heldur en, íþrótt af 90 miljónum, eins og Nemo eða Morfís eða Listó eða hugmynd. Já, ok. Vestlandsskóla tekur bara ógeðslega mikinn tíma og við náum bara að geta sinnt því bara alveg 100%, þannig að nei, ég myndi að heyra það. Það er aðeins minna álag í þró, en mér langar að taka þátt kannski að fara í viðtal í annálunum, bara það ekki svona nefnd. Kannski fyrir ég pröfu fyrir Nemo, en ég nei, alltaf, það er ekkert ákveðið. Hvert var ykkar helsta framlag innan nefndana ykkar? Ég sinnti bara mörgum störfum, eins og bara skrifa liði, setja upp liði, ég hjálpaði að skrifa trailerinn, hjálpaði að plana vikuna, ég fekk síðan að fá að setja upp blaðið með Dreka og Línu. Ég myndi segja í ár var það skíðaferðin. Ég sá mikið að plana hana og vikurnar og innanvitið sem handboltamótið og við íþrótt vorum svolítið mikið að skipta þessu upp bara jafnt og sanngjarnt á milli allra sko. Já, einmitt. Ég var svolítið allt í öllu, ég var náttúrulega eina sem hefði gert þetta áður. Þannig ég var svolítið bara að kynna ferlið fyrir hinnum líka. Síðan var ég líka markastjóri. En já, annars voru það bara svolítið allt í öllu. Hvað fannst ykkur núverandi formaður að gera og hvað... Nei, þetta er ekki rétt spurning. Hvað gerði núverandi formaður vel og hvað myndið þú gera betur? Þú varst mjög skemmtilegur og mikill stemningsmaður. Þannig að það sem ég myndi kannski gera betur er setja betri verkaskiptingu á milli nefndarmeðlima. Þannig að það sé skýrari markmið og getum gert aðeins fleira heldur en við ætlum. Nína var mjög dugleg, kannski aðeins of dugleg. Verkefnaskipan hefði mátt dreifast betur á aðra aðila í nefndinni,
svo öll skýrdafinnan hefði kannski lent á vissum aðeins. En já. Ingunn gerði alltaf bara ótrúlega mjög erfitt að setja út í það. En mér fannst hafa mig vera aðeins strangari á að fólk mæti fundi. Það er ógeðslega mikið Vesturskóla, ógeðslega stórt verkefni. Þannig að mér finnst ógeðslega mikilvægt að allir nefndi viti hversu mikilvægt það er að mæta fundi. Þessi vera strangari, allir eiga að mæta og allir eiga að gera sitt og skipta sig í milli. En það endi ég á einhverjum. Nefndu einn hlut sem stjórnin hefur mátt geta gert betur? Ég held að byggja meiri stemningu, upp fyrir böll eða einhverja hlutir og nota til dæmis Instagramið aðeins meira. Því mér líður eins og fólk opnar alltaf stórið, þarf að opna stórið eða eitthvað, en fólk náttúrulega sér ekki alla póstana sem komin á NHB á Facebook. En þið gerir bara mjög vel. Já, kannski bara fá nemendur til þess að fá kannski að velja artista í samræmi við stjórnina og bara auglýsa betur böll og peppa böll meira, kannski labba í stofur og kannski gefa aðeins meiri fyrirvara fyrir böllum. Ég er sammála sem vildi að segja nota Instagram meira. Facebook er ógeðslega mikið postað inn á NHB og ógeðslega alltaf eitthvað fyrir fram manni. Eins og þessi skjöl sem við gerðum og bara eins og ég segi meira af því. En mér finnst líka eins og til dæmis böll, það er bæði þau eru oft í bara nálægt jólaprófunum og allir sem eru í símaþjálfanga í nóvember eru bara mjög mikið að prófa þá. Það er kannski skoða annan tíma fyrir böll. Ég veit að það er 3. ársball í janúar en mér finnst líka alveg það er ekkert annað í gangi í janúar og það er náttúrulega 1/3 af skólum sem er að balla í janúar. Geti verið kannski allir geti líka verið að fara þá. En já, annars bara stöðum við vel. Af hverju ætti að kjósa þig og ekki skilja Auðu? Já, ég hef mikla reynslu og það er enginn sitt í nefndinni, jafn en ég. Og líka bara, mér langar að gera Vesturskóla fyrir alla og bara allir hafi tækifæri til þess að sem vilja að koma að blaðinu bara á einhvern veg, hvort sem það er bara greinar, fyrir myndtöku eða eitthvað. En já. Það er mjög mikið af viðburðum sem ég langar að framkvæma á næsta ári sem að hafa ekki litið dagsins ljós og með því að kjósa mig þá mun ég upplifa þá. Já, ég hef góða og mikla reynslu. Ég myndi sinna þessu starfi með prýði og bara gera mitt allra besta. Saga? Þú segja mér hvað þú gerðir í síðasta blaði? Já. Ég setti upp kæra fyrsta, annan, 3. ár. Ég setti upp myndaháttin af Nemo-setningnum. Síðan fara að vera stjórnin í framtíðinni og ég bara gerði margt og mikið, hoppaði inn þar sem þurfti einhver þurfti aðstoð og hjálpaði við að taka myndþætti og já. Settið þú upp bæklingið þín sjálf? Já, alveg sjálf. Kanntu á Adobe pakkan? Já, ég kann á Photoshop, InDesign og Illustrator. Kanntu á pakkan sem hann Breki notar? Nei, vissulega ekki, sko. Hvaða reynslu hefur þú úr fyrrum ferlum sem þú getur nýtt þér í formaninn? Ég er búin að fylgjast mjög vel með Heklu Sóley sem var formaður minn á fyrsta ári og Nínu sem var formaður minn núna. Og ég er bara búin að fylgjast með hvað þarf að gera, hvað maður gera betur.
Og já, síðan ég bara búinn að afla mér mikil reynslu og fekk, eins og ég sagði áðan, að setja upp blaðið og læra það með breyka á línu og já, ég kann núna að gera það. Þú segir í framboðsvídeóinu að þú ætlir að gefa út á réttum tíma. Hvernig ætlar að sjá til þess að blaðið komi út á réttum tíma? Ég ætla bara að skipta verkefnum bara jafnt og þétt og bara byrja snemma að, á fundum og passa að allir mæti og sýna sínum verkefnum og bara svo þetta verði ekki allt svona last minute. Viltu nefna 2 kosti þig? Ég metnaðarfull og kát. Geturðu nefnt einn galla þig eða ertu kannski bara gallalaus? Ég mjög mikið ég með svolítið fullkomna áráttu sko. Þegar kemur að setja upp lið og svona, ég vil hafa þetta tipp-topp og kannski þarf það ekki alltaf að vera þannig. En já. Blaðið ætlar í prent á morgun. Það var eftir að setja upp allt. Það bara eftir að setja upp allt. Og klukkan 10:30 kvöld. Hvað gerirðu? Þá hringi ég Brekastein. Ekki mig? Já, þá bara byrja ég að vinna og bara já, setja upp þetta blað og hringi í nefndarmönnum og já, gera það. Það er ekki að hringja í mig? Já, og Nínu, já. Þú segir stefnumálunum í bæklingnum að galdurinn á bak við það að byggja góða heild sé að skipta verkefnum jafnt. Hvernig ætlar að sjá til þess að verkefnaskiptingin sé jöfn? Ég ætla bara að gefa verkefni út og bara það verður bara, allir geta sett inn hugmyndir hvað þeir vilja gera í blaðinu og síðan bara held í fund og ég bara skipti verkefnum og allir gera það sem ég vilja og sjá til þess að klára að verða tíma og svona. Langar þig að gera blöðin öðruvísi á næsta ári en þau hafa verið og ertu með einhverjar nýjar hugmyndir fyrir næstu nefnd? Sko, mig langar að gera eitthvað aðeins meira heldur en að gefa út 3 blöð. Ég með einhverjar hugmyndir en það verður bara rætt með næstkomandi nefnd. Hvað finnst þið skipta mestu máli innan nefndar? Númer 1, 2 og 3 bara mórallinn. Bara allir ná vel saman og bara að það verði ekki einhverjir óþarfa árekstrar og Ok, takk Saga! Ok, þá var það Eva. Settu þið bæklingin sjálf? Já, ég setti henni bara sjálf. Kanntu á Adobe pakkan? Já, ég kann á hann, en það er alltaf þetta að læra mér. En ég kann á Photoshop, Illustrator og InDesign. Veitum það Já. Bæði í fyrra og hitt í fyrra þurfti að seinka útgáfunni, en í ár gáðu út í réttum tíma. Hvernig ætlar að sjá til þess að bókin verði gefin út í réttum tíma næsta ári? Mér langar bara 100% að byrja fyrir. Byrja fyrir ekki vera að hafa svona ógeðslega mikið álag á ógeðslega stuttum tíma. Byrja fyrir við höfum beint skemmtunarskólablaðir, höfum við ekkert að gera nema bókina, sem er náttúrulega mikið að gera. En að byrja bara strax, safna styrkjum til að fjármagna hana og skipta verkefnum strax. Bara strax þegar það er kjörin nefnd, þá bara byrjum við að setja upp plan fyrir árið. Við héldum í fyrsta skipti útgáfuna í Borgarleikhúsinu. Hvar og hvernig sérðu fyrir þér útgáfuna næsta ári? Myndirðu vilja halda hana aftur í Borgarleikhúsinu eða hafa hana í Bláa sal eða annar staðar? Og hvernig viltu sjá til þess að útgáfan sé opin öllum? Já, mér finnst bara frábært að halda þetta í Borgarleikhúsinu, það var ógeðslega gaman og salurinn þar tekur náttúrulega miklu fleiri enn Blái salur. Þannig að já, ég væri 100% til í að skoða það aftur ef að það er möguleiki, það er að segja. En já, bara auglýsa og hafa, það var leiðilegt að það komast ekki allir inn í salinn. Ég tók eftir því
og það þarf bara að finna lausn á því. Ég er ekki alveg með það núna, en já, bara eins og opin öllum hafið eins og gerðum við með bara opin Facebook event, en bara, já, auglýsa. Varðandi uppsetjara, ertu með hugmyndir að betri leiðum til að auglýsa eftir uppsetjunum og fá þar að leiða til fleiri viðtöl? Já, við fengum ekki ná mörg viðtöl núna þótt að þau sem settu blaðið voru geggjuð. Mér finnst ekki nóg að setja bara stóri okkur út af það alls ekki allir að followa okkur bara, skilur við Vestmannsskólablaðið. Mér finnst góð leið að senda á LHÍ-deildina þar og láta orðið berast. Síðan var ég líka til að fara bara upp í LHÍ og setja upp plaggöt þar og auðvitað eftir ef við fáum leiði til þess. Þú segir í bæklingunum að þú viljið að allir sem hafa áhuga á gerð blaðsins fái tækifæri til þess á einn eða annan hátt. Hvernig ætlar að sjá til þess? Mér langar bara leið og ferli byrjar að bústa skangiskali og þá var þetta að segja hvort þú viljir koma með hérna lið, skrifa grein, koma í myndatöku, við tökum ótrúlega mikið af auglýsingum sem þurfum mjög í og það er bara erfitt að finna, það var geggjað að hafa skar sem bara þessi vill taka þátt, fáum hann. Og ég myndi bara að reyna að láta alla sem að vilja fá tækifæri til þess, þannig að bara það er hægt að nota alla í skjálfur í blaðið. Nú hefur Skemmtanaskólablaðið undanfarinn ár staðið að 3 verkefnum. Það er sett Snobbið, Skemmtanaskólablaðið og svo Vestmannsskólablaðið. Og þú segir í bæklingunum að þú viljir að VAF91 taki þátt í fleiri samstörfum með öðrum nefndum. Sérðu fram á að nefndin hafi tíma í það? Já, eins og ég var að tala um áðan, þá bara það að skipuleggja sig er bara nægt og drjúg. Og ef að við skipuleggjum okkur bara búið til plan yfir árið leið og það ný nefnd kjörin og að búið að taka inn að það er alveg nægur tími til þess að gera það. Við erum mest að gera Snobbið sumarið síðan Skemmtanaskólablaðið í október og það er einhverjir alveg fram í jólum var hægt að gera eitthvað en auðvitað líka að byrja okkur um Vestmannsskólablaðið, bara skoða og skipuleggja, þá er allt hægt. Síðasta spurning. Þú segir í bæklingunum að ljósós er herbergi sem allar nefndir skólans nota og því þurfi búnaðurinn að vera í lagi. Hvernig viltu tryggja að búnaðurinn haldist í góðu standi og að fólk sé ekki ramba inn á herbergið að óþörfu? Ég er bara eins og Ásta var að tala um áðan, það er alltaf að sjá hver voru þarna og voru í Ljósó. En líka bara hafa, mér finnst allt í lagi og þegar þú ætlar að nota Ljósó þá verður að fara vel um það og mér finnst allt í lagi að hafa til dæmis lyklabox. Þannig að það er bara sér þess og það er númer á því. Þetta er ógeðslega dýr og flottur búnaður sem er inni og það er náttúrulega ekki lægi að hann bara skemmist að gengið svo illa hann. Þannig að hafa kannski herbergi læst og hafa lyklabox og fá leyfi frá stjórninni eða bara fyrir öðrum og það er náttúrulega fyrir alla þannig að það ætti allir að fá leyfi svo lengi sem er ganga vel herbergið. Flott, það var komið vel. Ertu með eitthvað hugmynd á nýjum utanskóla íþróviðburði? Já. Mig langar að halda sveitaball í Mosfellsdalnum. Það er eitthvað sem ég stefna á, ég held að það er mjög skemmtilegt. En ef ég bæti inn í en það verður eitthvað tengt íþróttum? Það er gætt. Já, mér langar að halda, að tala með öðrum skólum líka þá eða? Já, þá utanskóla. Já, ok, ég skil. Mér langar svolítið að myndi hafa þvert yfir árið, hafa kannski okkur Vestló, MS, MR, hafa skipulega að vera eitt handboltamót, eitt fótboltamót og síðan væri í lokin, vinnings, hafa hverjir vinna, hvernig verður þú að skrifa, en að hafa mót sem að væri með ákveðnum skólum inn á milli og keppa yfir árið. Mismunandi íþróttum. Þú talar að gera skíðaferðina miklu stærra og betri, hvernig ætlar að fara því og margir og nema og leikhópum hafa kvartað undan því að það sé á lélegum tíma.
bara frá A til U, bara morgun til kvölds. Það sem að eftir við komum heim úr fjallinu, það var svolítið svona dauður tími að það einmitt bara skipuleggja meira, hafa eitthvað að gera alltaf, þú veist, eins og bara þéttari dagskrá, hafa að fara í sund eða gera eitthvað þarna á milli. Og eins og með Nemo, það var bara, eins og ég sagði líka í blaðinu, eða bekknum, að það verður betri samskipti fyrir nefnda, þannig að ég geti talað við, ef ég var kjörinn, við formann Nemo og við þurfum að bara finna út í hvaða dagsetning hentar og það eftir henni. Þú talar í bæklingnum að gera íþróttablað, hvernig ætlar að fjármagna það og ætlar að gera það með einhverju blaðanefnd í Vestló? Þetta er hugmynd sem ég fekk á fyrsta ári þegar ég komst inn sem busi og hef aldrei náð að framkoma hana, en mig langar að gera þessu ári. Ég myndi vilja að gera með eiginlega bara hvaða blaðanefnd sem hefur tíma í það, sko. Ég veit að þessar tvær nefndir eru mjög busy, en það verður gaman að gera með kvasi eða einhverju blaðanefnd og fjármagna, bara vera duglega að safna styrkjum og líka að skipta styrkjunum rétt upp og passa að eiga alltaf til peningin, sko. Nú hefur Íþrótt haldið góðmót í mörg ár og það verður alltaf erfiðara að halda það með árinu. Ertu með einhverja hugmynd hvar þú vilt halda næsta góðmót? Hvar? Já. Ekki með hugmynd hvar, en ég er nú þegar komin í samskipti við einn golfvöll þar sem að ég þekki manninn sem sér það og við erum bara að eiga mjög gott samtal, þannig að ég vona bara að það gangi upp. Bara passa að ljúga ekki eins og við gerum, það er mikið vesni. Að ljúga? Að við værum ekki í Vestló. Já, hann veit að ég er í Vestló. Þú talar í bæklingnum nýja staðsetning á Böllu. Hvaða staðir koma til greina? Sko, eins og Ásta sagði líka á þann, þá er Víkin. Ég held að því að það búa kannski aðeins fleiri miðsvæðis, það er eiginlega að maður er svolítið lett að þetta sér alltaf upp í Kaplakrika, en já, mér finnst þess að bara Kaplakriki sé svolítið svona úreltur og allir alltaf bara uppi og það er ekki stemming niðri, þannig ég held að ég myndi stefna á Víkina, en auðvitað bara, þú veist, það fyrir að tala saman það og bara sjá hvað lifandi fyrst. Ertu með eitthvað nýjar hugmyndir fyrir íþróttvikurnar? Þó bara viðburðir? Nei, þú veist, ég bara, mér langar að halda áfram þessum viðburðum sem við erum með og líka, þú veist, bara nefndir sem verður kjörin á og komið fleiri nýjar hugmyndir, en mér finnst bara mega betrumbæta og plana betur, til dæmis eins og við vorum svolítið last minute bara að redda fyrsta tíma, við vorum með kannski með í korterinu og vorum ekki búin að redda leikmönnum í viðburðinn, þannig að hafa þessi spurningaskjal og skráningaskjal fyrir það og bara plana viðburðina betur alltaf hana. Einn spurning eftir, þú talar að niðurgreiða mið á viðburðum. Hvernig ætlar að fara því? Sko, ég ætla að fara því með því að þegar við stjórnin, ef ég kemst í stjórn, að við pössum betur upp á það að aðalstyrkjurnar okkar séu aðeins meira virði heldur en þið voru í ár, finnst mér að dana. Og já, mér finnst að það er svona aðeins meira og líka, já, við eigum bara að sjá til þess að leikmannafélagið endi í núlli, þannig að við getum, þú veist, þurfum ekki að hafa meðan svona dýran. Bara takk fyrir. Jæja. Og fá stuðningsmenn frambjóðina að svið og fá Erling Eddahl fyrst í bóttum. Takk svo.
allir veikir sem eru stuðningsmenn Haffa, en ég er samt alveg jafn mikið stuðningsmaður Haffa og ég Kæru vinir og vandamenn, þegar Haffi heyrði fyrst í mér að taka stuðningsmenn ræðina fyrir sig, var ég, já, frekar stressaður. Vegna þess að það er auðvitað ekki létt að flytja ræðu fyrir fram á svona mikið fólki. Ég er alveg úrslega fróður hérna. En þetta var ekki bara einhver ræða. Þetta ræða sem eitt að sannfæra ykkur af hverju það ætti að kjósa Haffa í sæti markastjóra fyrir næstkomandi skóla hér í Vestló. Ég hef bara byrjað að tala hver Haffi fullkominn. Ekki vera fullkominn í sæti markastjóra næsta ári. Nei, ekki hann bara fullkominn í sæti markastjóra næsta ári, heldur hann líka fullkominn áhengi. Hann er alltaf velgreiddur í góðu skapi og alltaf gaman að spjalla við hann, eins og flestir þetta vita. Ég þekki Haffa mjög vel sem einstakling og veit hversu duglegur hann er. Hann er alltaf að vinna sem er mjög oft pirrandi en það sýnir samt hversu mikinn karakter hann hefur og hversu gott mentality hann er með. Hann vinnur einnig mikið fyrir sem hann langar í. Saman hvort það sé góð einhvern í starffræðinni, 90 € á bankareikninginn og auðvitað nóga ástættum fyrir verslinga á næsta ári. Þegar ég segja að Haffi er rétti maður í þetta hlutverk, þá meina ég það. Ég geti staðið þetta miklu lengur að nefna einhverja punkta af hverju Haffi er svona góður í þetta hlutverk. En það er ekki mótframboðandi, þannig ég treysti á ykkur að taka réttu ákvörðunum. Og Haffi, aldrei gleyma, what daddy wants, daddy gets. Næsta að fá Helmari með stjórnusvæðinu fyrir Birkjúla. Peningar. Það er eina sem skiptir máli. Bæði í félagslífinu og samfélaginu og innan veggja skólans. Því skiptir gríðarlega miklu máli að velja réttan fyrirlið og það er bara eini maðurinn í starfið. Bara eini maðurinn í starfið, já. Akkurat. Já. Og það er hann Birkir Óli Júlíusson, the money man himself. En já, hann er bara að fara að vera besti fyrirliði bara í sögu Verslunarskóla Íslands. Það, í alvöru talað, það er ekkert annað í boði. Ég veit alveg hvað ég er að segja hérna. Nei, en hann er bara einhver ofursprengja sem lætur sko sannarlega ekkert stoppa sig og er einhvern veginn líka alltaf með alltaf hreinu. Þú veist, það þurfa allir einn Birkir Óla í líf sitt. Saman hvort það er að hjálpa manni með bókfærsluverkefni eða bara að tala lífið og tilveruna. En hann er mjög... Vá. Já, en hann er bara alltaf með geggjan góða nærveru og er alltaf tilbúinn að hlusta og taka við... og er alltaf til að hlusta og er alltaf til í að taka á móti verkefnum. Og hann gerir öll þessi verkefni upp á 10. Og þetta eru sko sannarlega kostir sem henni nýtast honum sem fyrirliðir og sem meðlimur stjórn NFFÍ. Þetta er ekki flókið, þetta er bara drullulétt. Þetta er bara léttast ákvörðun í heimi. Það er engin annar sem ég treysti fyrir fjármálum skólans heldur en Birkir Óli. Og hann er að fara að standa sig konunglega, en hann er konung. En já, hann er duglegur, metnaðargjarn, skipulagður og bara yfir höfuð algjör meistari. Svo það bara, ég bið ykkur, kæru verslingar, að setja X við Birkir Óla í kyninu. Takk fyrir mig. Takk að ykkur þetta aðeins. En við ætlum bara að vinda okkur almenna spurningar, það sem spyrjum ykkur báða. Af hverju sækist þið eftir að vera markastjóri eða fyrirliðir? Og byrjum bara við Birkir. Ég bara, síðan ég kom í Vestló, að ég alltaf stend aðeins upp vegna þess að bróðum var það og ég sá hvað hann naut þess að vera og ég bara vildi gera það sama. Hvað segir? Já, það var alltaf draumur að vera í stjórn Vestló og eftir að hafa verið tekinn inn í markaðsnefndina þá var eiginlega engin annar almöguleiki nema að fara í markaðsstjóra. Þá er þessi klassíska, hvernig gengur ykkur í náminu við byrjum að þeirra sig? Bara mjög vel. Markaðsfræðin er að takast á það en allt annað er bara frábært sko. Hvað segir þau? Markaðsfræðin er að takast á það. Eins gott átt í fjöðarframtíð?
er ekki verið markastjórar. En hvað er miklu úr eigin vasa í framboði? Ég í 890 króna mínus á bankareikningum mínum eftir blöður. Ég eyddi 0 krónum. Hafið ykkur kynnt ykkur lögin markastjóra og félagaembætti og ef svo verður til að segja okkur frá því hvað ykkar starf fælst í ef við byrjum á félagsstjóra? Já, ég kynnt mér þetta. Lögin mín sem markastjóri að gera nemendaskiptinni fyrir ykkur verslinga og að hjálpa öðrum nefndum að redda styrkjum ef þau þurfa hjálp með það. Já, ég fyrirséð bara að halda við bókhald nemendafélagsins og hjálpar mikið Vestmannaskólablaðinu og Nemo við þeirra ferli. Einnig fyrir má skilja sem varaforseta, því að ef forseti dettur út þá þarf fyrir að taka yfir störfum hans. Nú sitjum við Róbert hérna fyrir fram með hliðina okkur og væri til að segja okkur hvað við hefum getið gert betur og hvernig markastjóri fyrir þið ætlið að vera? Já, mér fannst Róbert geta verið aðeins fljótari að borga kröfunum tilbaka vegna þess að það leiðilegt fyrir krakkarna að þurfa að vera í mínus á þeirra einn bankareikningi út af einhverja ástæðu. Ekki þurfa að sitja út fyrir einhverju sem að nefndin eða eitthvað gerðist. Já, og bara vera betri samskipti og betri móral kannski í stjórninni og meira hópur. Já, eitt sem að vantaði í markaðsnefndina í ár var að gera eitthvað saman sem nefnd. Ég held að það var einn dinner með Villa og ég komst ekki á hann, ég var að vinna. En annars var bara ekkert að frétta, sko. Það var ekkert, engin hittingar, ekkert að bara saman út að borða, það bara var ekki neitt. Já. Var ég til að nefna einn hlut sem stjórnin hefur getið gert betur yfir félagsstjóra? Ég myndi segja að það væri ballið sem var cancelað. Ég þekkti ekki eitt nafn sem var að performa og ég hafði ekki áhuga að fara á þetta ball. Það var vond tímasetning og já. Já, ég held að stjórnin hefði mátt byrja skólaárið betur með að vera opnari fyrir nýjum og koma nýra mannana og bjóða þeim betur inn í skóla. Já. Nú talaðum við böllin, en hvernig hyggist þið að lækka með að vera böll þrátt fyrir verðhækkanir? Hvernig hyggist þið lækka með að vera böll? Hvernig ætlaði að lækka með að vera böll? Já, verðið með að vera. Ég ætlaði nú ekki að lækka þau, bara að vera þeim sama og kannski gera böllin betri, einhvern veginn. En kannski ekki að lækka með að verðið, skilur við. Þetta er bara með að vera á flest öll framhaldsskólaböll og já. Það er alltaf hægt að hafa fleiri auglýsinga og fleiri styrki fyrir böllin, þannig að við erum efni á betri artistum og læra með það. Já. Hafsteinn, þessi kannski frekar allir þín, en þú sagðir stefnunum að þú vildi líka upp á böllin. Hvernig er betra line-up eða betra venue? Já, bara eins og ég myndist á hann, þá var line-upið á síðasta balli ekki gott. Og það hefði geggjað að hafa eins og hafa eitthvað Google Forms eða eitthvað sem að nemendur geta óskað eftir artistum sem við getum svo reynt að redda. Já, bara algjörlega að fá hugmyndir frá nefndi skólans og verða að finna eitthvað nýja staðsetningar. Það er þreytt að vera alltaf staðsetningar sem að ljósin uppi og
allir eru bara eins og einhverju kastarar, skilur, þetta er bara, þetta er ræðilegt í miður, en bara að finna nýja staðsetningu. Ég held að það sé bara skemmtilegt að hafa fjölbreytt böll á mismunandi staðsetningu. Ok, þá er það spurningar á Hafstein. Ætlar að halda áfram samstarfi við Nova varðandi nefndaskírteinin eða ertu opið til að leita eitthvað annað? Sko, ég er til að leita einhvers annars þar út af því að við vorum búin að ég reddaði styrk fyrir HAF 90 upp á 150k eða eitthvað sem ég fekk ekki nota út á Nova og svo var Styrmir líka búin að redda miklu og við endum eiginlega bara í tapi út á Nova. Ok. Já, hvað nefnd finnst þið mikilvægast að styðja við og af hverju? Vestlunarklúbbur. Af hverju? Mér finnst að það sé mesti kostnaðurinn þar og þeim þarfnast kannski flestu auglýsingar og flesta styrki. Hvernig stóðstu í nefndinni ár og hvaða afsláttum safnaðir í nefndaskírteini? Sko, ég safnaði ekki neinu, en þarna ég sendi mikið af póstum. Nefndin stóð sig mjög vel að senda mjög mikið af póstum og redda fullt af styrkjum og það var ekkert eftir fyrir mig, sko. Okay. Hefur skoðun á því hvort NFB að halda áfram samstarf við Dominos eða viltu skoða einhverja aðra aðeins? Ég hef aldrei eitthvað pælt mikið í þessu, sko. Ég aldrei séð neitt neikvætt við að hafa samstarf við Dominos. Ok, en nú þegar þú ert markaðsstjóri þá sér þú að skipta pizzakvótanum milli nefnda en NFB. Hefur eitthvað pælt í hvernig þú vilt skipta húnna? Nei, ég hef ekki pælt mikið í því. Ég mun pæla mikið í þegar það kemur. Já. En hvernig ætlar að sjá til þess að nefndir standist við sína skuldbindingar hvað varðar auglýsingarsamninga eða samstarfssamninga? Hvernig ætlar að sjá til þess að nefndir standi við sína skuldbindingar hvað varðar samstarfssamninga eða svona auglýsingarsamninga? Skilaði ekki spurning. Bara nefndir standi við að gera það sem þau eiga að gera í staðinn fyrir pening eða vörur eða whatever. Já, ég skil ekki alveg. Já. Þetta er áhugavert umræðandi. Ég er til að skoða nánar seinna. Já. Já, hvernig ætlar að fara að því að virkja markaðsnefndina og fá þau til að senda pósta? Það er kannski vantar svolítið upp á því betur. Bara vera að ítreka að minna það á að senda fleiri pósta og hafa kannski eitthvað svona ef allir senda 10 pósta og þeir svolítið að borða það eða Þú talaði stefnumálum að nemendur eiga að óska eftir afsláttum, en hversu oft ætlar að spurja nemendur eða hvernig ætlar að fara að því? Við getum hent inn skjali á NFB og segjum kannski ef að Dominos væri hæsta eftirspurnir, það er bara eitthvað fyrirtæki, þá reynir kannski að stefna á að redda afsláttum fyrir það fyrirtæki. Já. Þú talar líka að í stefnumálum að ætlar að koma nefndin meira inn í félagsliðið. Hvernig ætlar að fara því og hvað er að hugsa? Halda viku eða? Sko, þetta verður áhugavert að halda viku. Ég veit ekki alveg hvernig við gerum hana. En, já, bara eins og ég sagði þessi nefnd, ég glemdi að vera í þessari nefnd þessum tíma. Það
það var ekkert að frétta, það var bara, maður fekk svona inn á milli, svona snöpp frá Palla í jamminu, taka mynd með Emmu eða eitthvað svona markastend á jammu eða eitthvað. En annars, já. Þú segist þú gera stærsta nemendaskiptin hingað til í stefnumálinu. Hvað stefnir á að gera stórt og veistu hvaða stefnir voru margir ár? Ég stefni á 70 pluss, jafnvel 80. Ok. Veistu hvað voru margir ár? 60 eitthvað. Ég var nálega. Já, þú minnist líka á í stefnumálinu að þið langar að gera marmarann enn betri. Hvernig ætlar að gera betri og fannst þér að vera lélegur í ár? Nei, alls ekki. Það kom poolborð á marmarann sem var geggjað. En það er alltaf hægt að bæta hann, bæta við fyrir viðburðum, já, bara bæta við fleira á marmarann. Í stefnumálinu sagðist líka í, ég ætla að lesa þetta, það er mikilvægt að allar nefndir skili sínu svo nefndir geta upplifa félagslífið upp á sitt besta, fylgjast betur með nefndum og setja stærri kröfur að þar. Þú segir að setja stærri kröfur, hvers konar kröfur er það? Sko, eins og TV-vikan, þá var eiginlega ekkert að frétta þar. Það var eitt þarna, ég man eftir að það var sko, þriðdagur korter hafið heyrt við kaupum mömmu. Það var ekkert að frétta í vikunni. Já, viltu að setja þær kröfur nefndir að þeir uppfylla það sem það ætla að gera? Já. Það var ekki meira til þín en bara það voru byttir. Jæja, skulum byrja á nokkrum almennum spurningum. Hefur þú einhverja reynslu sem að þú telur geta nýst þér sem fyrirliður? Já, ég var formaður Víðó og ég hélt einhver nokkuð böll og svona, þannig að það var eitthvað byrjun fyrir því. Og síðan var ég fjármálastjóri Klassís í ár og með niðinni og við unnum það bara vel saman. Þannig já. Ekki. Telur þú þig hafa nægilegt vit á nefndum skólans til að geta haldið utan fjármál þeirra? Á nefndum? Já, algjörlega. Ég er búinn að vera mikið inn í þessu og fylgjast með þessu og þekki hverja einu nefnd og hvað þau gera, þannig að já, til mig geta það. Hvernig ertu í samskiptum og hvernig myndu tryggja samskipti þín við nefndir skólans þegar þið í toppstandi? Ég er bara frábær í samskiptum og ég ætla bara að vera fljótur að svara og þú veist, bara hafa góð samskipti við alla formenn og að stjórnin verði góð og ein heild. Ertu góður að skrifa tölvupósta? Góður að skrifa tölvupósta? Já. Já, ég er frábær í því. Var ég fyrir með að slá hvað ég er núna? Það var búinn að læra það. Sem fyrir þarf að halda ýmsa hluti, til dæmis verktakasamninga, reikninga, styrki og innborganir og útborganir að verði 20 milljóna króna. Hvernig ætlar að skipuleggja þig til þess að halda utan allt þetta? Ég ætla bara að setja fram Excel-skjöl til hverja einasta nefndar og síðan hafa mitt eigið sem að ég væri þá með yfirliti yfir öllum nefndum og já, bara hafa þau tippað. Og finnst þér að nemendafélagið ætti að stefna á að enda í miklum hagnaði eða vera nálægt núlli? Nei, mér finnst að ég enda bara í núllinu sko. Við erum enn til þess að skemmta okkur og hafa eins gaman og við getum og ef við notum ekki allan peningin í það þá mér finnst það bara ekki vera rétt að enda í hagnaði. Við græðum ekki það Við erum ekki að vera að græða nefndum, það er alpointið. Kíkjum nú þess á stefnumálið. Eitt af stefnumálum þínum er að dreifa peningi sanngjarnt á milli nefnda skólans. Hvernig ætlar þú að fara því og hvaða þættir myndu skoða til að ákveða hvernig dreifa á peningnum? Þú veist, ef að einhver nefnd sem er búinn að græða nógu pening og safna styrkjum og þarf ekkert á þeim pening að halda, þá er mögulega bara hægt að gera eitthvað samkomulag við einhver nefnd sem þarf á þeim pening að halda
að bara gefa þeim peninginn ef þau þurfa ekkert á hann að þú veist, nefndin sem á peninginn þarf ekkert á hann að halda. Þannig að allt bara gangi vel. Eitt af stefnumálum þínum er að halda útgjöldum nemendafjölsins í lágmarki. Annað stefnumál þitt er að halda kostnaði á viðburðum NFFÍ í lágmarki. Hver er munurinn á þessum stefnumálum og hvernig ætlar þú að framfylgja þeim? Já, ég meina, þú veist, halda útgjöldum í lágmarki er náttúrulega bara, þú veist, í staðan fyrir að við sem að borga fyrir eitthvað ónauðsynlegt þá kannski getum við bara niðurgreitt böll og viðburði. En þegar ég segi kostnaði NFFÍ á viðburðum, já, bara, þú veist, við reynum alltaf að hafa allt eins skemmtilegt að hægt en við þurfum líka að horfa á peningahliðina á því að það er ekki hægt að gera allt. Þannig að við þurfum að vera raunsæ hvernig viðburðir verða og fleira. Eitt af stefnumálum þínum er að halda stemmingu í nemendafélagið yfir sumarið. Hvernig ætlar þú að gera það? Já, við erum bara að vera virka á samfélagsmiðlunum og halda góða neysluumferð og bara byrja árið áður en það byrjar. Eitt af stefnumálum þínum er líka að halda góða og skemmtilega viðburði. Hvað finnst þér þá viðburði sem fráfarandi stjórn hefur haldið og hvernig er hægt að gera þá skemmtilegri? Já, bara eins og böllin, mér finnst þau með að vera á kannski betri tímum eins og meðanvalið sem hafa hættið og öðrum staðsetningum. Ég held að það væri skemmtilegt að hafa fjölbreyttar staðsetningar yfir árið á böllum. Þannig að gera það eitthvað með þannig. Annað stefnumál þitt er að gera marmarann líflegri þannig að allir nemendur geti nýtt sér hann. Hvernig ætlar þú að gera það? Já, mér fannst marmarinn ár ekki vera eins og hann hefur verið síðustu árin. Það er ekki búið að vera nógu mikil stemming á honum og ég held að sé bara mikilvægt að vera með átrúnaðarkerfi, fleiri sófa og allt þetta. Þannig að það sé bara þægilegt að vera þarna niðri og að vera alltaf stemming. Eitt af stefnumálum þínum er að halda nemendakjallaranum hreinum og bæta hann. Hvað má bæta og hvernig ætlar þú að gera það? Hann er náttúrulega bara ógeðslegur, við getum alveg hreinskilin það en við tökum hann bara í gegn og lögum það sem þarf að laga og bætum einhverjum húsgögnum og einhverju sem þarf að halda niður, sko. Já, það eru ekki margar en núna. Er eitthvað nýtt sem ykkur langar til að innleiða á næstu önn þá annarkvæmt bara í nemendafélagi eða í starfi ykkar sem fyrir og margstjóri? Ég er ekki búinn að hugsa nógu mikið út í það. Ég er tilbúinn að bæta við 1-2 fleiri viðburðum sumarið. En já, ég er opinn fyrir. Já, bara algjörlega, bara nýkjörinn stjórn þarf að finna einhverju. Ég meina, reyna að gera félagsliðið bara fyrir alla og fá sem flesta inn í það með einhverjum hætti sem þarf bara að finna. Já, þá var bara síðast spurning þín Birkir hérna í spennum. Mynd þú leyfa nemendum að leggja mínus eða þurft að gera það til að gera vídeó eða blað? Ég skil ekki spurning. Ég leyfa nefndum? Nei, nefndum. Á nefndum? Já, ég meina þau að hafa eitthvað budget á einhverju en að vídeó eða eitthvað, þá þurfa þau bara að ræta styrkjum og penning fyrir því, sko. Ef það er að hafa þann budget fyrir þessum hlut sem það ætla að gera. Ok, það er bara komið frá okkur.
Jæja, þá er komið að frambjóðandi forseta. Einn af þessum 3 frambjóðandi verður arftaki minn, það er spennandi að sjá. En ég ætla bara að byrja með að bjóða stuðningsmann Kára Einarsson á sviðið. Ég hugsaði með sjálfum mér, vá, þetta er að fara að vera ekkert eðlilega goofy forseti. Ég minn ekki höndla ef hann fyrir að segja sömu lélegu pappabrandarna sem að segja svo oft mig fyrir framann allan skólan. En leið og ég hugsaði þetta, þá snerist hugum. Vítu, er það ekki einmitt það sem við viljum? Mannesku sem er óhrædd að vera hún sjálf. Mannesku sem er svo hreint hjarta að Jesús Kristur á ekki róið. Já, hann Kári er klárlega falleg manneskja, en hann er líka viðbjóðslega skipulagður og svo fáránlega duglegur að það meikar eiginlega ekki sens. Halló, Kári, kemurðu með mér í sund? Ha, nei, sorry, ég kemst eiginlega ekki sko, ég þarf að redda tækninni fyrir allan skólan og ég þarf að taka upp 8 milljón vídeó og ég þarf að klippa myndir og læra fyrir prófamorgun og gera samningu RÚV. Já, sæl. Það er ekkert annað. Ok, ég er bara heima og horfa á Love Actually og gráta smá. Ég vildi ekki að vera með þér. Það er bara svo mikið á minni könnu. Já, samt enga könnu. Eins og þið sjáið, þá færi Kári létt með forseta. Hann er líka með frábæra leiðtoga líka. Eins og þið sjáum hann í Ljómanum þar sem hann var formaður. Nei, ég meina að þið gerðu heila bíómynd. Sorry, hvað fucking sturglun er það þá? Svo er hann líka ótrúlega góður í Það er ekki oss sem að rekst á duglegan, skipulagðan, góðan flikkisa og því segi ég að ég kjósi þennan gullmóla í forseta. Þá ætlum við að bjóða stuðningsmann Svanhildar Nílsson á sviðið. Góða kvöldið, ég heiti Jóna og ég er mikil vinkona Svanhildar. Svanhildur hefur marga kosti fram að færa. Einn þeirra er að hún fór í laxveiði þar í sumar sem hún veitti 5 laxa með einni hendi fyrir aftan bak. Hún bjargaði einu sinni forsetanum frá drukknum í Reykjavíkurtjörn og það handleggsbrotið í þokkabót. En öllu grínist eftir þá er hún Svanhildur alveg yndisleg og hún lýsir upp lífið hjá öllum þeim sem í vegi hennar verða. Hún hefur þann einstaka hæfileika að kynnast fólki án þess að hafa fyrir því og taka utan hópinn. Svanhildur hefur einnig tekið rækilega skarið innan bekkarins og er þar sitjandi bekkjarformaður. Svanhildur stendur við sig og vill alltaf gera vel. Ef hún setur sér eitthvað markmið þá gerir hún allt það sem í valdi hennar stendur að ná því fram. Hún er dugleg, jákvæð, skemmtileg, góðhjörtuð og skilningsrík. Þetta allt er eitthvað sem ég get séð að hún hjálpa henni mikið í forsetastöðu í Verslunarskóla Íslands. Svanhildur er með reynslu af báðum hliðum í félagslífinu. Hún hafði alltaf mikinn áhuga að komast inn í það og ég man sérstaklega eftir því hvað hún var dugleg að fara í viðtöl og sækjast eftir að taka þátt í félagslífinu. Hún er náttúrulega engri lík. Hún hefur alltaf þá kosti sem að þarf til að hafa að sæma stöðu forseta og meira en það. Það mun ekkert verða í veg fyrir henni ef hún einbyttir sér að vera með hag nemenda fyrir brjósti. Þetta er ástæðan af hverju ég mun kjósa Svanhildi í stöðu forseta Verslunarskóla Íslands og ég hvet ykkur að gera slíkt hið sama. Takk fyrir. Þá ætlum við að fá að bjóða stuðningsmann Svavarsson á sviðið. Góðan daginn, kæru verslingar. Ég heiti Jónur og ég ætla að segja ykkur af hverju þið að kjósa Svavar.
Það stór spurning sem allir að velta fyrir sér. Svavar í forseta NFAB? Já, takk. Ég geti Svavar í Nemo núna já og ég vil meina að Svavar einn mesti kóngur sem ég veit Hann fáránlega duglegur og líka mjög metnaðarfullur. Hann til í að gera hvaða verk sem saman hvort það sé að biðja ykkur að færa bílana á bílastæðinu eða vera edrú á böllum eða bara totta kóla í Nemo. Svavar mikill starfsmaður og með mjög mikinn húmor en samt sem áður mjög ákveðinn og skipulagður og veit alveg hvað hann vill gera. Núna ég búinn að heyra stöggumálinn hans og ég get svo svarað að ég held ég hafi ekki heyrt betur. Maður sé bara strax hversu stór plön Svavar með og mér finnst svo frábært hversu mikið hann vill passa upp á mórallinn í skólanum sem allra bestur. Við getum öll verið saman því að í skóla eins og Vestló þá skiptir mórall og stemningi langmestu máli og ég veit að Svavar hárrétti maðurinn til að uppfylla þessi atriði og vel það. Svavar frábært andlit fyrir skólan og við getum öll verið stolt að hafa hann sem forseta. Að það væri einhver sem ég myndi treysta til þess að vera forseti í NFAB þá það Svavar. Kjósið rétt, setið X við Svavar í forseta. Jæja, þá komum við nokkrum almennum spurningum til ykkar þriggja. Það bara byrja með smá bang, en hvað hafið þið yfir hina frambjöðum? Með fullri virðingu reynslu innan nefndar City og að vinna með fólki innan nefndafélagsins. Ég hef unnið með mjög mörgum nefndum í allskonar hvort sem það að setja upp viðburðum eða tæknilega séð eða auglýsa upp með vídeóm og myndum. Þannig að ég tel mig hafa það yfir þau að þekkja í rauninni bara fleiri í nefndafélaginu, þekkja fleiri típur og stærri mannflóru af fólki í nefndafélaginu og hafa þekkingu inn á þau. Og ég held að það muni nýtast mér mjög vel sem forseti. En það frí? Já, mér finnst persónulega við öll vera bara topp fólk sem að gæti öll gert þetta virðulega starf mjög vel en það sem mér finnst vera svona minn helsti kostur, þú veist, ég ekki að segja að þau ekki með þennan kost líka en ég myndi segja að ég væri bara sjúklega hjálpsöm og ég hef svo mikla svona ég þrái svo mikið að hjálpa fólki og ég veit bara að allir sem að þekkja mig vel vita að, þú veist, ég alltaf til í að gera hvað sem fyrir fólki sem mér finnst vænt og þannig bara svolítið staðan að mér þykir sjúklega vænt þetta nefndafélag og myndi þess vegna gera bara allt til þess að hjálpa ykkur til að vera bara bæði besta útgáfan af sjálfum ykkur og bara að hafa gaman því að þú veist, þetta svolítið tíminn sem maður á að hafa gaman og maður þroskar svo mikið en síðan alltaf hef ég svolítið líka það að ég gerði voða lítið á fyrsta ári en ég hef svolítið verið fyrir utan nefndafélagið og veit hvað þarf að gera til þess að það sé sem flestir inn í nefndafélaginu. Núna hef ég verið þú veist, í leikhópslistó og í nefndafélaginu og þess vegna hef ég svona smá þekkingu á bæði og veit hvað þarf að gera til að fá sinn tækifæri. Já. Já, það hefur bara frá því ég kom í skólann bara verið draumur að fá að bara gera eitthvað stórt, eitthvað frábært og bara skilja eftir sér far í skólanum. Og ég veit alveg ef ég myndi fá þetta starf sem forseti þá myndi ég alls ekki bregðast ykkur og það ég vil alls ekki bregðast sjálfum mér og ég vil bara geta horft tilbaka og bara sagt að ég hef gert frábæra hluti. Hvað eyddið þið miklu í framboði úr eigin vasarsjóði? 0 krónur. Ég held ég 2 skalli í blöðrur. 0 krónur. Hverjar eru ykkar megin áherslur sem forseti? Hvaða stefnu ætlið að leggja mest áherslu á? Mér vil að leggja áherslu á að hlusta á fólk, hlusta á nemendur, hlusta á hvað nemendur kalla á, hvað að gerast, hvað að angra fólk og mér finnst helsta dæmi það í ár náttúrulega bara tímasetning á böllum og kannski umhald undirnefnda í ferlum
Minnst ég mjög mikið það að fólk sé fara í undirnefndir og það kannski fyrstu kynið þeirra að félagslífinu og það ekki verið að taka nógu vel utan það og ég gagnrýni það að taka inn undirnefnd á 50 manns sem gerir svo ekki neitt. Minnst það ekki sniðugt, sérstaklega erfitt þegar þetta fyrstu kynið fólks við félagslífinu. En já, mér langar að leggja sérstaklega áherslu að hlusta fólk. Mitt væri örugglega bara góður mórall innan bara alls nefndfélagsins, bæði bara innan stjórnarinnar, því að það ástæða fyrir því að maður vill vinna með vinum sínum í hópverkefnum því að þið vinni alltaf best þannig og þegar maður að vinna með fólki sem maður þykir ógeðslega vænt sem maður treystir, þá er maður svo ófeiminn við að koma sínu á framfæri sem sjúklega mikilvægt og þess vegna vil ég líka bara efla það að það séu fleiri viðburðir, að fólk kynnist, að það sé gaman að vera saman og líka bara með nefndir að hvetja þau að vera duglegri að gera eitthvað utan vinnu nefndarinnar skilji og bara hafa fleiri viðburði og bara hafa gaman. Já, það er kannski erfitt að velja eitt stefnumál út að ég ætla aldeilis að standa við öll og finnst þau öll mjög mikilvæg en það er örugglega bara að reyna að koma aðeins fleira fólki inn í félagslífið, gefa fleiri tækifæri að fá boð á skemmtikvöld og það vilja allir koma inn á skóla til að kynnast nýju fólki. Það er allir að leitast eftir að bara stækka vinahringinn sinn og já, það eru margir sem fá bara ekki tækifæri til þess að fá boð á svona viðburði ef þau þekki ekki rétt af fólki og vill bara fá skráningarskjal og þannig fólk getur bara skrá sig ef það vill og það þurfa ekkert allir að skrá sig, bara þeir sem vilja og það er ef til vill bara allir eiginlega. Getið nefnt mér einn hlut sem ég sem forseti hefði mátt gera betur og hvernig ætlið þið að gera það betur? Ég veit alveg að þið tækið til nefnkja en það var mjög skítur sem það þarf kannski bara að gera ofta og kannski bara losa sig eða kannski bara gera hann upp. Ég vil mjög mikið gera hann upp og setja nýjum húsgögn út af þetta er orðið allt frekar ógeðslegt og bara mjög lúið og maður sá alveg að maður lappaði á fyrsta ári í nefnkja PlayStation 2-tal og sjónvarp. Við hugsaðum mér bara hvað þetta var nettur staður að vera að chilla og mér langar bara að gera þannig stað aftur. Já, þetta er alveg pínu erfið spurning þar sem það er engin nefnd umgjörð eða neitt svoleiðis þannig ég bara svolítið að tala stjórnina aðeina en eins og það er búið að nefna margoft áður að bara tímasetning á eins og meðanabælinu það er eitthvað sem mér langar bara að passa mjög vel upp á og vera í mjög miklu sambandi við nefndirnar, hvenær það hentar best og hafa það ekki á, til dæmis álegstumum hjá til dæmis Nemo eða Listó eða eitthvað svoleiðis og svo er ég mjög sammála með punktinn hjá Svavari með nefndfélagann það er geggjað hvað við erum með svona frábæra aðstöðu en það er ekki alltaf hentanninni og persónulega finnst mér erfitt að halda stöðum hreinum ef að mér líður ekki velar, skilji, og þess vegna myndi ég vilja til dæmis fara í eitthvað svona samstöð við, Bíkó eða húsasmiðjuna eða eitthvað til þess að, halda kostnaðinum sem minnstum og gera hann svolítið upp og einnig fara í samstarf við bara svona húsgagnabúðir til þess að betur bæta þetta allt svo fólk líður vel og bara vinnur betur. Já, mér finnst þú Gunnar minn vera mjög fínn forseti en samskiptin mætti vera aðeins fljótari. Það kom tímabilið sem var svona hvarst. Eða ekki þannig en maður svona senda á þig og þú annarkvæmt svaraði mér ekki eða maður þurfti að senda ítrykkun eða þú svaraði mér og svo var það ekki úti. Þannig að allavega svara skilur strax meira svo þótt ég veit ekki þótt maður veit ekki alveg hvað maður skal taka til ráðs ef þetta er einhver beiðni eða eitthvað. Allavega svara, segja hei við ætlum að taka þetta beiðni og vinna úr þessu. Og líka bara leggja kannski aðeins meiri áherslu á sýnileika á
bara svona overall í félagslífinu. Vera meira, taka þátt meira í ferðlum. Þú varst í Nemo og ég sá þig einu sinni í uppsendingunni og einu sinni kannski í niðurtækt. En leggja kannski meira áherslu á að vera sýnilegur overall yfir svona heildarmyndina, sko. Takk fyrir þetta. Hvernig gengur ykkur í náminu? Mér gengur nokkuð vel. Þarf að berja mig í stafræðinni, en annars mjög vel. Já, mér gengur sjúklega vel, sko. Stafræðin svolítið að bíta mig, en ég ætla bara að bíta fast aftur bara og já. Mér gengur bara vel, en spænskan svolítið að bíta mig í rassinn. Getið þið skilgreint hlutverk embætti forseta, sérstaklega samkvæmt lögum SFI? Sko, það mjög mikið sem eiginlega meikar ekki sens. En auðvitað að forseti oddmaður stjórnar og kannski ef það að taka einhverja ákvarðanir þá þarf það kannski að annað eiga að loka atkvæðið eftir að hlusta alla í stjórn. Og kannski forseti tekur aðeins erfiðari ákvarðanir, og já, bara ákveður hlutina. Já, bara eins og Birkir sagði áðan, ef forseti fellur frá, þá tekur ferið við, en það getur sama ef að ferið fellur frá. Og svo náttúrulega bara forsetinn svolítið með bara yfirsýn af bara eiginlega öllu nemendafélaginu og svolítið milliliður á milli nemenda og bara skólastjórnar. Og já. Já, ég held að samkvæmt lögum NFI þá forseti formaður eða oddmaður stjórnar NFI. Og það svona hans helsta starf kannski, en þetta ætti að vera einhver sem aðgengilegur og svolítið maður fólksins og andlit félagsins. Flott. Hvað vakti áhuga ykkar á forsetaembættinu? Í rauninni bara að það voru alls konar hluti sem ég langaði að gera á þriðja ári og langaði að bæta í félagslífi eins og til dæmis aðstæðan í nemendakjallaranum. Og já, ég nefndi eiginlega ekki að vera eitthvað ítið raskandi af einhverju fólki í stjórn, þannig að mér langaði eiginlega bara að fara í stjórn og gera það sjálfur. En líka bara því að mér þykir vænt þetta nemendafélag og mér langar að bæta hluti hérna, þannig að okkur bara hella sig í þetta. Já, ég bara sjúklega mikill leiðtogi í mér. Ég var alltaf barnið sem fór að hágrenja þegar ég fekk ekki að vera fyrst í röðum og hefur mér alltaf verið svona bara mjög mikill leiðtogi bara í mörgu sem ég hef gert og mér svona persónulega leið aldrei eins og ég myndi ná að gera þetta, myndi ná að verða forseti og ég bara man ógeðslega vel eftir því ég hugsaði þetta fyrst. Við vorum í Eyjum með Listó, vorum að labba í rigningunni og ég var bara, vá, ég gæti verið forseti og það svo gaman að mér finnst svo gaman að hjálpa fólki og það bara eitthvað sem ég bara elska að gera og mér finnst mjög erfitt líka að spyrja hjálp, þannig að mér finnst bara best að vera hjálpin sjálf. Já, það var eiginlega bara eins og ég sagði, ég hef alltaf viljað gera eitthvað mjög stórt, frábært í þeim skóla sem ég kom hingað inn og bara því ég fattaði, já, ég get boðið mig fram í forseta, þá var bara ekkert aftur snúið og það var bara eina sem ég gat hugsaði og ég er svo til í að bara hjálpa fólki, ég er mikla samúð með fólki, sérstaklega þeim sem hafa ekki fengið að taka þátt í þessu félagslífi og eiga auðvitað skilið bara eins og allir aðrir og já, bara frábært. Nú ætla ég að koma með spurningu til Kára og Svanhildar. Hvernig ætlið þið, ef þið talaðu að vilja skipta vikunum á sanngjarnari hátt, hvernig ætlið þið að gera það og fannst ykkur það ekki hafa verið gert í ár? Já, mér finnst að, við sáum öll að í ár þá var ekki alltaf eitthvað í gangi á marmanum og mér finnst að það ætti alltaf að vera eitthvað í gangi á marmanum. Og eins og þetta var núna þá var skipulagið nánast copy-paste af árinu á undan og það hentar náttúrulega ekki endilega það sem þetta er nýtt ár og það er fríinn bókast á öðrum stöðum, þannig að
mér finnst það ekki henda mjög vel fyrir sumarnefndir. Og mér finnst ekki þurfa að vera endilega á ábyrgð nefndanna að þurfa að skipta innbyrðis. Mér finnst það forsetinn og stjórnin ætti að vinna úr því. Já, en mér finnst þá ætti einmitt bara vera meiri virkni á málunum, meira að viðburðum í gangi og það getur verið gert með alls konar eins og til dæmis að setja skráningarskjal og leyfa litlum nefndum að koma á stað og ef fólk er með skotelt plan hvernig það á að halda viðburð á málunum þá er ég svo til í að henda því í gang, skilju, bara keyra þar nefndir í stað og leyfa litlum nefndum að gera sitt, gera gaman. Já, þetta var bara mjög svipað því sem ég ætlaði að segja. En svo er líka eitt sem að, ég var líka til í að gera fyrir svona litla nefndir að bara eins og fyrsta tölublaðið hjá Örkinni þá, þurftu þau ekki alveg heila viku, heldur þurftu bara, eina pásuna til að gefa út blaðið sitt á einum degi sem var svo væri gaman fyrir, litla nefndir sem eru að prófa í fyrsta skipti að gera það svona fyrir skólan og mér finnst að, litla nefndir, mér finnst bara, ég er mjög sammála því sem Kári sagði með að þetta væri svolítið mikið svipað og var í fyrra en mér fannst alltaf svo gaman í fyrra að það bara vera fyrir það og koma margmannan og það var svo mikið að gera og ég bara man sjúklega vel eftir því og svo náttúrulega, eru náttúrulega alltaf þessi nefndir sem að, þurfa að vera með viku á einhverjum spes tíma, fyrir einhverja útgáfur eða eitthvað svoleiðis sem náttúrulega þyrfti að spila inn í og ef það eru einhverjar nefndir sem að vilja og eru til í að setja bara allt sitt í að gera eitthvað geggjaða viku fyrir Vestfirðinga þá segir ég bara go for it, skilju og ég er náttúrulega alltaf til í að hjálpa þér með það sérstaklega fyrir þessar nefndir sem hafa aldrei gert það áður og já. Já, svo getur við svara. Já, nú erum við spurningu fyrir Svanhildi og Svavar. Hvernig ætlið þið að sjá miðstjórnarferðina? Hafið þið sótt skemmtanleyfi og síðan svona stórt aðhald á eigin spýtur að þér? Ég hef persónulega ekki sótt skemmtanleyfi en við þurfum að gera það fyrir peysuvarðardaginn þannig að það hefur verið gert og sem ég fannst ógeðslega gaman í fyrra og þetta er svolítið svona bara tíminn og staðinn sem setur bara allt skólaður á stað og þetta gefur líka bara svona 2006 árganginum og 2007 árganginum til að kynnast bara enn betur sem er náttúrulega sjúklega mikilvægt. Hvað var eftir skemmtanleyfi? Já, bara hvort að þið séu svona stórt aðhald á eigin spýtur. Þetta er náttúrulega bara á einhverja eigin vegum. Já, náttúrulega, þar kemur svolítið skipulagningin á Peysó svolítið sterkt fram. Þar erum við svolítið bara að gera þetta alveg sjálf. Við höfum bara verið 2015 að gera þetta og skipuleggja heilan dag, ekki bara ball, við erum að fara að borða og við erum að fara niður í bæ að dansa og þetta er allt svona stór dagskrá og fyrir þess að miðstjórnarferð þá myndi ég alltaf vilja hafa svolítið meiri dagskrá og eins og með artista, ég veit ekki hvort það kom einhver í fyrra, ég man það ekki alveg allavega og bara svona hafa svolítið bara svona stífa dagskrá fyrir það og fólk sé ekki bara eitthvað að chilla hjá tjöldunum sínum að bara eitthvað flippast, skilji. Ég hef ekki sótt skemmtanleyfi en myndi bara spyrja þig hvernig þetta að gera það, því að bara googla ég hef ekki heldur haldið svona stóran viðburð á mínum eigin vegum en bara heyri fullt af bóndum og reyna að fá þetta að skemmtuna Flott hérna kemur einn til Kára. Hvar ætlar þú að byggja stúdíóaðstöðu? Það eru 2 herbergi sem koma til greina aðalega ef við erum að tala námkjá og það eru forsættaskrifstofan og það er innra rými í tæknigeymslunni. Ég sé ekki mikla þörf fyrir forsættaskrifstofanum svona ef ég er árið heimskil og ég man að ég spurði einhvern veginn á Serrano í nemaferðinni hvað og er rótt forsættaskrifstofunni og hann sagði að það er ekki oft hana. Ég veit ekki hvort Dennis er bara heima, skilur, þannig að þessi stof er ekki mikið í notkun og
og ég sé alveg fram á að það gæti verið mjög flott stúdíó hérna. Og þá getur maður alltaf bara sameina þessa skrifstofu með skrifstofu tæknumanna inn í innra rými tæknilegsmiðar. Þannig að ég held að það sé bara mjög sniðugur lausn á því. Frábært svar. Hérna kemur ein til Svanhildar. Þú talar um að þér finnst að þér finnst að nemendur hafa ekki fengið að hafa haft nægilega mikla rödd á þessu skólaári með formskjölum og svo fleira. Hvernig ætlar að tryggja að fólk nýti sína rödd? Þú veist, mér finnst svolítið þegar þessi formskjöl hafa verið að koma inn, hefur þetta svolítið verið bara það sama, þú veist, artistaf, eða viltu hafa hvítþema eða grímuball, skilji. Og þú veist, mér finnst að bara leið á þetta skóla er búið og bara nýjum stjórnarkjörin, að það ætti bara að fara strax skjal áfram, bara á, þú veist, NFI-grúpuna, þar sem bara nemendur getur bara dritað inn yfir sumarið bara hugmyndum af bara alls konar viðburðum eða bara vikum eða eitthvað skemmtilegu sem þau myndu vilja hafa í staðan fyrir að gefa þeim bara einhvern svona einn kost, viltu þetta eða þetta, eða og bara gefa þeim bara aðeins meira svona hugmyndaspace og svo þú veist passa það svolítið við stefnumálum samskipti milli stjórnar og nemenda út af því að þú veist það er svo mikilvægt að nemendur geta komið til stjórnarinnar og sérstaklega busar ef að þau hafa eitthvað sem liggur í hjarta og eitthvað sem að þau vilja koma á framfæri. Þannig að það svolítið spila svolítið saman. Já, flott. Ég kemur inn til Svavars. Þú talar að þú ættir ekki á fólki tækifæri að taka þátt í félagslífinu með að nýta skráningarskjöl fyrir skemmtanakvöld og fleira. Hvaða aðrir viðburðir sem eru á vegum skólans eru ekki opnir öllum? Vákvæði tómið núna. Það er bara hægt að halda nýja viðburði bara til að bjóða fleira fólki sem hefur ekki fengið tækifæri. Það er alltaf hægt að búa til eitthvað nýtt, bara, þú veist, verslingar geta alveg skemmt sér allir saman í sund. Það er ekkert mál. Það myndir örugglega að búa til einhver vinasambönd, en bara eitthvað að gera eitthvað skemmtilegt saman og já, auðvitað nota skráningarskjölin á skemmtikvöld. Bara svolítið góð að vera með. Flott. Einn til Kára. Þú talar til dæmis vefsíðun og svona í bæklingunum. Ætlar þú að halda áfram á Salescloud sem sölukerfi og vefsíðu? Maður hefur náttúrulega heilt mjög slæmar hluti að henni árni ár og ég var alveg til að skoða nýja möguleika. Ég hef ekki kynnt mér eitthvað sölu möguleika sjálfur en ég hef mjög ekki náhuga á að setja upp þessa síðu sjálfur með stjórnin og halda betur utan hana, setja fleiri upplýsingar þar og gera það aðgengilegri og bara nútíma á að gera það aðeins svona aktífari sko. Þannig að Já, og það kemur svona bara í kjölfarið, þú veist, ef það er alltaf áfram að nota Salescloud til dæmis, hefur kynnt þér bakendan til þess að uppfæra síðan? Hefur kynnt þér bakendan á Salescloud til þess að uppfæra síðan? Nei, ég hef ekki kynnt mér Salescloud. Næsta spurning er þá til Svanhildar. Þú segist þetta bæta nemendagjallan. Hvernig er það að gera? Já, ég nefndi það eins áðan, en bara fara í samstarf við sem sagt, þú veist, einhverjum svona byggingaverslanir, þú veist, Bíkó eða Bauhaus eða, þú veist, útvegsmiðna eitthvað sem að geta þá aðstoða okkur við að gera það bara áins bara geggjuð verðið og hægt er og eins með þá húsgögnin að reyna að komast í gott samstarf og bara stjórnin gera þetta saman, þú veist, þá náttúrulega hægt að nýta svolítið fyririnn og markastjóran og bara alla þessi geggjuðu nefndir að græða þetta og svo myndi bara vera bara smá plan, svona kvöld, svona stjórnarfundur þar sem það væri bara planað og svolítið segja svona hvað þeirra nefndir vilja og hvað þeir þurfa. Þú veist, þetta er aðstæða fyrir nefndirnar og bara líka bara alla nefndur en svolítið nefndirnar eru aðalega þarna niðri að bara svolítið svona heyra hvað þau þurfa og plana það þá saman og svo væri gaman bara að hafa eitthvað svona skráningarskjal þar sem sjálfboðaliðar gæti komið og hjálpað
að græja og gera og bera út og bera inn og mála og eitthvað. Önnur til klára núna. Hvaða þekkingu viltu þessi gangandi sem ekki nú þegar og hvernig viltu koma til skila? Já, nú í vændum árgangaskipti og það eru bara 2 tæknimenn eftir og mér finnst það ekki góð staða fyrir okkur 2, mig og Dag. Og mér langar að, þú veist, þegar ég tala þekkingu og halda þekkingu gangandi, þá ég að tala tæknimennina. Af því það rosa mikið að gera þetta bara 2, sérstaklega ef ég verið kjörinn forseti. Og þá langar mér mitt bara efla fleiri fólk, efla meiri tæknimenningu í skólum og fleiri fólk í þetta. Og líka bara þekkingu og búnaði í til dæmis ljósum. Það náttúrulega, ég held að aðalástæðan fyrir því að fólk náttúrulega bara fáránlega með þetta af því að það skilur ekki hvað þessi búnaði kostar, skilur ekki hvernig það virkar og fer þá bara hræðilega með þetta því það virkar bara eins og 2 standar og ljós, skilur. Þannig að mér langar eiginlega helst bara að halda námskeið fyrir alla blaðanefndir og alla nefndir sem vilja nota búnaðinn hennar og sjá til þess að allir helstu fulltrúar þessa nefnda kunni á búnaðinn. Og þá mögulega er þetta að komast hjá því að sitja í Riðlabox og það var alveg geðvægt. En já, bara halda svona þekkingu gangandi, passa fólk kunni á hlutina hérna og þá þarf ekki alltaf eitthvað hlutar að koma til. Jú, önnur til Þórir. Hvernig ætlar þú að útrýma klíkuskap? Nei, ég held að sé ekki hægt að útrýma klíkuskap. En eins og ég tappaði smá áðan, þá eru margir litlu hluti sem má gera miklu betur á mínu mati. Eins og til dæmis það að, ég held að háværusti hópurinn og hópurinn sem óánægðastur með klíkuskapinn í Vestló þeir sem að reyna að komast inn í nefndastörf, að reyna að gera eitthvað nýtt, að reyna að komast inn í félagslífið. Og það eru á mínu mati langoftast undirnefndar og ef maður á fyrsta ári og að fara í undirnefnd í fyrsta sinn og gera eitthvað svona í fyrsta sinn, þá ógeðslega leiðilegt þegar bara til dæmis fólki, þetta ekkert skotið eitthvað þannig, en þegar fólki í nefndinni kann ekki svona nafni og þú bara að sinna einhverjum störfum fyrir eitthvað fólk og þér líður bara ekki meðtekinn, þú bara þér finnst ekki eins og hafi nógu mikið tilgang. Það ekki staða sem maður vill vera í og þá væntanlega fær maður neikvætt viðhorf gagnvart félagslífinu og maður sér bara fólkið að skemmta sig hvor hópinn. Þannig að mér langar að skora á lista og ONMO til að halda undirnefnda til dæmis og halda betur þá undirnefnda síðan. Og við ekki að taka inn í nefndir 50 manns sem ætla svo ekki eins og að nýta sér. Því að það mjög sárt. Maður ekki í hlutverk. Jú. Næsta til Svanhildar. Þú talar að þú viljið passa upp á samskipti á milli stjórnar og nefnda. Hvað ætlar þú að gera til þess að þetta komast til skila? Bara, í fyrsta lagi vil ég bara að, málefnin í stjórninni sé sjúklega góður og að við séum svolítið svona, kynnum svolítið vel því að, þegar maður með svona hóp sem að þekki ekki alveg vel, þá finnst mér maður svona automatically meira svona opinn, ef þið veitir hvað ég vil. Og þess vegna þegar það kemur sem að 2008 árunum að koma í skólan að þau sjáu bara stjórnina og bara nefndirnar bara lítið út fyrir að vera bara gett skemmtilegar og opnar og til í að kynnast þessum nýnumum og bara að þetta svolítið bara svona ímynd sem að bara stjórnin aðalega gefur sjálfum sér sem að eins og fyrst alveg mér, ég hef aldrei þórað eitthvað að fara, að tala við einhverja sem í stjórn. Ég veit að það var aðeins auðveldara fyrir þau sem voru actually nefnd með þeim, en ég er alls ekki að segja að þau hafi verið eitthvað leiðileg eða báru sig illa en eitt svoleiðis, en bara svona að það er gott að hafa bara bak við eyrað að maður þarf að leggja sig ekstra meira fram, sérstaklega við svona mikið fengt fólk. Þannig að já, og líka bara vera dugleg að, starta konvós með einhverjum busum, bara flott leysa og svona líðum strax miklu betur í kringum það. Jú. Svavar, næsta á þig. Finnst þið nóg að gefa nemendum kost á að velja artista til þess að auka eftirspurn á böllin?
staðsetningu Vilja Baldur. Bara út af, ég veit að það eru margir sem tala í þessum skóla að F-fór voru svo smá þreytt og það er erfitt að halda ballana því það er svo skipt og ekki margir sem eru kannski niður í íþróttasal. Þannig, já. Jú. Kári, næst á þig. Þú segir í bæklinu þínum að þú hafir unnið með öllum helstu stjórnarnefndum og hjálpaði með trailera. Var þetta allt sjálfboðvinna eða fékkstu eitthvað persónulega greitt fyrir þetta? Sko, ég hef fengið greitt fyrir vinnu. En í minni vörn þá hefur allur þessi peningur farið í ljós sem ég nýtti meðal annars til að taka upp rjómamyndina, bæta gæðin á henni miklu betur. Svo hefur þetta ljós verið notað til að hjálpa öðrum nefndum með sitt efni. Hefur verið geymt niður í Lemkjamp til dæmis og fólk hefur fengið að nota það til að taka sína myndir og svona hefur þetta nýst mér til að hjálpa nefndum að fá enda betri trailera og vídeó. Þannig að þessi peningur er ekki bara að fara í matunum mig eða einhverja skemmtanir. Þannig. Jú. Annars spurning smá framhald. Þú segist að það halda áfram með trailera og bæta gæðina. Hvernig ætlar að hjálpa hverju einni nefnd að gera trailera án þess að trufla forsetastörur og ætlar að halda áfram að rauka nefndi fyrir hjálp til trailera og vídeó ef þú verið forseti? Nei, ég hugsa mér ekki að rauka nefndir áfram ef ég verð forseti. Og auðvitað get ég ekki hjálpað þessum nefndum. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig ég myndi halda því, en það þyrfti að vera bara einhverjir samningar eða eitthvað. En ég myndi náttúrulega auðvitað vilja hjálpa eins mörgum og ég gerði og vil það alltaf. Það er flott. Svava, næst á þig. Finnst þér vera skynsamlegt að fjárfesta í nýjum húsgögnum þegar umgengnin í nemendakjallaranum er eins léleg og hún er yfir höfuð? Og eru núverandi húsgögn yfir höfuð vandamál á þínum höfum? Sko, þetta vill í ný húsgögn, en það er líka bara hægt að fara í góða hirðinni að bara redda fríum sófum sko, sem er að vera að gefa og mér finnst ekki eftir þurfa að taka einhver samstarf við IKEA eða gera eitthvað þannig, bara kaupa ódýr notuð húsgögn sem er ekki jafn illa farin og hérna niður í Lemkjamp og kannski eru ekki húsgögnin vandamálið en það væri mjög gott að hafa snyrtilegra niðri bara fyrir nefndir og alla sem koma anga niður til að vinna. Mjög flott. Næsta á Kára. Þú segir einnig í myndbandinu þínu að það ætlar að halda áfram að tekja snúrur, ætlar að halda áfram að vera tæknimaður næsta árið að vera forseti? Auðvitað mun ég hjálpa í tækninni, en ég get kannski ekki verið formulegur meðlimur tækninefndar, en auðvitað mun ég hjálpa nefndum að setja upp viðburði og hjálpa í tækninni. Seinasta spurningi sem ég hef hérna skráð niður er bæði til Svanhildar og Svavars, en nú hafið þið hvorki setið í stjórnarnefnd né stóru miðstjórnarnefnd. Finnst ykkur þið hafa nægilega reynslu innan nemendafélagsins til að sinna þessu starfi vel? Sko, ég myndi segja já. Þú veist, þetta er náttúrulega ekki eins og að vera í nefnd þar sem þú ert að búa til einhverja afurð sem þú þarft að hafa góða þekkingu á. Þetta er svolítið bara að vera, þú veist, góður milliliður og vera bara svolítið góður vinur og bara vera svolítið duglegur í starfinu. Þú veist, þess vegna finnst mér maður ekki þurfa eitthvað mestu reynsluna fyrir einmitt þetta starf sem er náttúrulega aðeins öðruvísi fyrir, þú veist, hérna stjórnarframboðendunar. En þú veist, það er náttúrulega engin sér reynsla sem maður gæti fengið sérstaklega fyrir forsetastarfið. Og þú veist, bara svo lengi sem maður leggur sér allan fram og er bara tilbúin að gera allt fyrir þetta nefndafélag sem ég er mjög tilbúin í, að þá held ég bara að þetta mun bara ganga eins og í sögu. Já, ég myndi líka segja að ég væri bara tilbúin í þetta. Það væri auðvitað mjög gott að vera með reynslu, sérstaklega eins og Gunnar hérna. En það er auðvitað líka bara fyrir smáu hlutina, þá er hægt að fá kannski bara hjálp ef maður veit ekki alveg hvað maður á að gera í þeirri stöðu. Það er alltaf einhverju sem þú getur leitað til, einhverju eldri, bara einhverju í kringu þig. Og já, ég tel mér bara mjög tilbúin að bara leiða þetta nemendafélag áfram og bara gera góða hluti og vinna með góðu fólki. Já. Ég ætla að leita í skjalinu á bókinu, sjá hvort það sé eitthvað sem er ekki bókum út á.
ætlið þið að gefa nýjum nefndum eins og páskanefnd tækifæri til að láta ljósið skína? Sko, mér finnst alveg góð hugmynd kannski að bara gefa tveim nefndum eina viku út af það alveg kannski minna álag sem lendir á þessum litlu nefndum og já, páskanefnd getur kannski verið eina þeim ef við erum tilbúin að leggja það fram og gera góða viku, auðvitað. Mér finnst bara allar nefndir, ekki bara páskanefndir, geti fengið þetta ef þau gefa nógu góð rök til þess. Það vill enginn, þú veist, persónulega ef ég myndi vera forstöðundi myndi ég ekki vilja gefa nefnd viku sem að myndi síðan ekki vera að gerast neitt, kannski bara eitthvað tónlist á málmárunum og svo bara eitthvað, þú veist, bara einhver í eltingaleik skólan, eitthvað svoleiðis. Það þyrfti alveg að vera bara mjög góð rök fyrir því og bara góð dagskrá með góðum fyrirvara sem að forstjórnin getur farið yfir og bara samþykkt. Og já, þannig að þú veist, páskanefndin hefur alveg góða séns ef þau eru með góð rök. Já, eins og ég talaði um áðan, þá var ég mjög til í að prófa að hleypa nýjum nefndum að og Þorgeir, og páskanefnd, öllum þessum litlu og gefa þeim kannski bara eina viku saman sem ég get þá bara skipulagt í. Svo er ég mjög til í líka því að nefndir eiga mjög oft erfitt með að, eins og við sáum mjög oft, skipuleggja heila viku á margmannum. Hafa þá bara góð samskipti á milli og bara heyri stjórnir með það, þá er hægt að heyra í litlum nefndum sem getur komið og haft 1 hálftíma eða 1 korter eða svoleiðis. Ég held að það væri líka mjög fín lausn á þessum vanda. Já. Ef það er engar spurningar í sal, þá held ég að við föllum þetta bara gott. Kosningar að byrja núna á... Það eru byrjað núna á slæðinu. Þannig við þakkum kærlega fyrir alla sem mættu og bara já, kjósið!